Hvar? Hann toppi. Já. Hvar megum við sitja? Þetta bara svona hringur eða Það bara sett í hring sko, þau getur verið hér eða myndbandsupptakan þarna ef þið viljið bara, ef þið viljið vera í myndinni eða ekki. Ég ekki bæst í það. En það má líka hérna sést svona aftur bara. Nei, það svo allt svo fyndið sem svona. Nei, hvað trefði það? Vá, hvað þetta lélegt regluborð. Það Þorlaug sjálf kom þá Nei. og svo þetta hérna gula. En hérna þessi sko fundurinn sem svona ég er að raða vinnunum saman. Beiðni hennar eða er það? Nei, það beiðni okkar. Beiðni ykkur? Já. Sem er það. Þannig að við ekki bara byrja? Jú. Hvernig líður þið með það að taka hana með? Bara Ég er ekki með neitt í tækjum. Nei, þetta er bara svona spjall. Jú, með þannig. meira fólk hefur spurningar. Já, frekar það. Já, Vignir, þú tókst ekki mynd, þú varst bara að segja að við erum að hella upp á kaffi. Já, Já. það var Það er enga mynd. Þegar við að taka mynd og sitja og það er eitthvað svo fínt, að taka mynd og sitja á viðbyrðin. Já, það var alltaf að taka mynd af veigunum sko. Já, það Gaman að borða. Það er bara að fylla plásin. Já. En Vignir, ég hérna skrifaði einhver svona uppkast af fundargerð. Svona það? ég er með Ok. það. Herri, þá ætlum við bara að byrja, það ekki? Ég heiti Valborg. Ég er varaformaður Ungra Pírata og ætla að vera fundarstýra í dag yfir þessum málaflokki sem er mér svo hugleikinn af því ég hef verið með 2 börn hjá dagmóður. Og hérna, og við ætlum að byrja á því að ganga bara hringinn og fólk kynni sig og segir svona af hverju það er hérna í rauninni. Ég heiti Sofía, ég er meðstjórnandi Unga Pírata, svo sagt í stjórn Unga Pírata og ég á ekki börn núna, en ég myndi líklega vonandi eignast börn einhvern með bráðum og ég er að vinna á leikskólanum og ég heyri oft þessi umræðu dagforeldra og hvað getur maður gert með svo ungum börnum sem fá ekki pláss í leikskólanum og já. Ég heiti Vignir, er formaður Ungra Pírata og já, samanskapið er þetta bara mjög áhugavert málefni og sérstaklega gaman að fá að vita meira um það, af því ég þekki sjálfur ekki kerfið mjög vel eða hvernig dagforeldrakerfið virkar og hvernig væri hægt að bæta það, en þess vegna finnst mér þetta svo þarfur og áhugaverður fundur. Ég heiti Elva og ég er hérna út af dóttur minni, en líka af því að ég hef búin að starfa sem dagmóðir í 30 ár og reka daggæsluna á Ólafsgarð. Og mér finnst þetta sorglega vanmetinn hópur af fólki sem bara enginn hugsar þannig að mig langaði að fylgjast með. Ég heiti Inga og ég er hérna eiginlega bara sömu ástæðu. Ég vann líka með henni sem dagforeldri í 5 ár og þú veist, það skiptir ekkert meira máli heldur en börnin hennar.
Já, ég heiti Erla og er framkvæmdastjóri Pírata og ég er líka mamma og þekki það að þurfa á aðstoð dagforeldra að halda og veit að það getur verið erfitt að finna dagforeldra. Og já, þannig ég er bara mikið ná þessu málum. Það er ég. Ég heiti Arna Hrönn og er daggæslu ráðgjafi hjá Reykjavíkurborg. Og bara takk hérlega fyrir að bjóða okkur að koma og kynna málaflokkinn, eins og við köllum þetta innan kerfisins. Við höfum svona lengi viljað kynna reglurnar og annað fyrir til dæmis eins og ungum foreldrum sem eru að fara að byrja hjá dagforeldrum sem að þekkja kannski ekki alveg hvernig reglur niðurgreiðslur virka. Þannig að já, ég var nú að starfa með Þórlaugu frá með apríl og það við vildum endurskoða dagforeldраkerfið og höfðum þá 2 dagforeldra frá síkuru félaginu, barninu og barnaheðstum með okkur í lið. Það voru semst þá fulltrúi frá Sjálfstæðisflokknum og Píratar stýrðu hópnum og svo var lögfræðingur sviðsins, ég sem daggæslu ráðgjafi og 2 verkefnastjórar innan sviðsins sem voru svona að vinna að þessu. Og skýrslan liggur fyrir og skóla- og frístundasvið er búin að funda skýrsluna og allir flokkar er búin að fjalla hana og hún verður aftur til skoðunar núna í ágúst þegar allir koma á sumarfrí og á eftir að fara fyrir borgarstjórn og það eftir að samþykkja allar þessar tillögur sem við vorum búin að leggja til. Hún var sett skýrslan inn á spjallið, ég sá það þarna hjá okkur. Já, ég setti það inn á viðburðinn, ef að fólk vildi fara til þessu málið. Já, en við störfum sem sagt eftir, öll sveitarfélögin vinna eftir reglugerð daggæslu í heimahúsi frá 2005 og svo er hvert og eitt sveitarfélag með sína reglur niðurgreiðslurnar sem að fara til dagforeldra. Daggæslu ráðgjafar og sviðið sjálft má ekki skipta sér af þeim greiðslum sem fara á milli foreldris og dagforeldris, þannig að við vitum ekkert þær greiðslur eða þá samninga sem eru að fara á milli. Heldur er þá hvert sveitafélag skyldugt til þess að greiða niðurgreiðslur, þannig að foreldrar eru auðveldara með að leita sér það að fara til dagforeldris með barnið sitt áður en að kemst inn á leikskóla. Þannig að okkar vinna felst í því að það er að hafa auðvitað veita leyfi og til dagforeldra og sjá námskeiðin sem haldin eru, svona réttindanámskeið með aðstoð námsflokka Hafnarfjarðar og hafa eftirlit með dagforeldраkerfinu, niðurgreiðslunum og þá auðvitað að borga niðurgreiðslur til dagforeldra. Þannig að já, við erum þessi hópur, ef við kannski bara tölum þá þessa skýrslu sem að okkur finnst vel unnin og voru margar góðar tillögur og dagforeldrarnir komu með margar góðar tillögur af því hvernig væri hægt að auka starfsumhverfi þeirra, af því að starfsumhverfi dagforeldra er mjög ótryggt. Eins og núna bara eru margir dagforeldrar ekki búin að fylla fyrir haustið eða fyrir veturinn. Það er mjög margir sem koma úr fæðingarorlofi í desember, janúar og þannig að þá eru þeir eiginlega launalausir eða eru með 5 barna leyfi og eru margir bara með 3 börn. Þannig að þeir eru þá, þetta er ekki mikil launatrygging í starfi. Þeir eru náttúrulega sjálfstæðir verktakar og eru að reka sér eigið fyrirtæki. Þannig að það var svona tillöga frá dagforeldrunum að koma með svona aðstöðustyrki í upphafi þegar nýr dagforeldri byrjar og svo líka ákveðna tryggingu í starfi þegar við vantar börn. Og til dæmis ef þeir missa börn frá sér til leikskóla. Þannig að nú eru leikskólarnir gætu tekið fleiri börn inn en þeir vantar starfsfólk. Þeir vantar að vantar starfsfólk inn á leikskólanum, þannig að þeir gætu verið að taka fleiri börn frá dagforeldrum og það eru færri fæðingar á ársgrundvelli á bara landsvísu, þannig að það er orðið svolítið mikið samkeppni eina kennitölu. Það er bara Má ég já, sagði það
óvissan sem mér finnst koma rosalega inn núna. Já, Það er þessi starfsmannavandi í leikskólanum. já, það er einmitt það líka. Eins og börnin sem útskrifast frá mér voru útskrifast frá mér í júní. Já. Þau fór svara að komast inn á leikskóla. Já. Og með því fyrirvara að þau veit ekkert hvenær þau taki það. Sem að kemur mér í náttúrulega vanda, skilurðu, eða okkur dagforeldrunum að þau börn sem þurfa að byrja í ágúst og þeir foreldrar sem eru að fara af stað í ágúst og við megum ekki vera með neitt auka á meðan til að hjálpa þeim sem eru að bíða eftir að komast inn á leikskólana út af starfsmannavanda. Þannig myndast alveg rosalega veggur sem við vitum ekki hvernig við erum að taka á. Og mér finnst þetta allt saman vera afleiðing af hvað er búið að svelta bæði í leikskólana og hvernig starfsmennir eru, hvernig álagið er þar og líka út af dagforeldrakerfinu. Því það hafa 80 manns hætt sem dagforeldrar og Stóra-Reykjavíkursvæðinu út af óvissu og litlu utanumhaldi og bara, þú veist, eiginlega engum áhuga. Og þeir mistu alveg fullt af góðu fólki sem að virkilega laði allt í starfi. Hvað segir það? Sjá hversu löngu tímabil er þetta sem þessi 80 hafa hætt? 2 árum. Þetta er bara 2 árum. Já, ok. Og þá á allt í einu bara, þá á allt í einu að fara bara að finna fullt af nýju fólki. Og þess að staðan í dag, þetta er ekki rétt vinnubrögð. Þetta er að vinna allt aftur fyrir. Það er líka erfitt að fá. Þú færð ekkert rjóman. Já, þú er fullt af vönu fólki. Síðan að bjóða öllum nýju. Skulla græna skóga. Það hjálpaði með að byrja og allt það. Og meðan aðrir eru búin að vera í standi í þessu ströggli, þú veist, eins og ég í 30 ár. Þú veist, staðan er aldrei að slæma sem nú. Ertu með daggæslun heima hér? Eða Nei. Er Ólafsgarður í Hann er á gæsluvarðhaldi. Já, og því þekki ekki alveg alla dagforeldra. Nei, hann er á Það gæsluvarðhaldi. er einmitt máli líka núna og það kemur fram í þessari skýrslu að út af hækkandi fasteignaverði að þá er þú eins og austurhluti borgarna, það vantar dagforeldra eins og í Grafarholti. Ég er með 4 dagforeldra í Grafarholti og er eina hættan núna, hún bara að klára síðustu vikurnar og þar það getur ekkert hver og einn farið og keypt húsnæði þarna. Það er ekkert nefn bara, það er dýr húsnæði. Þess vegna kom tillaga frá dagforeldrum að við myndum setja niður fleiri svona gæsluvarðarhús og hafa betra utanumhald utanum þau og girðingar og annað því að við varum náttúrulega líka að fara eftir reglugerðinni sem við störfum eftir. Og það er verið að vinna í því núna og það voru margir dagforeldrar eru margir sem vilja ekki vinna einir, vilja vinna með öðrum og það er sérst ákveðin vinna sem að er verið að búið að vera frá því núna í maí að dagforeldrar skilin umsókn að eins og upp í Grafarholti þar vantar okkur að fjölga en við erum með alveg 2 pör af dagforeldrum sem vilja koma og starfa þar en hafa ekki húsnæði þannig að við myndum þá setja gæsluvarðarhús á ákveðið svæði þar til þess að fjölga. Af því það er líka eins og þeir segja bara sjálfur, það er öryggi, sumir vilja náttúrulega bara starfa einir, það er náttúrulega virða það, en það er líka fólk sem vill ekki starfa vill starfa og foreldrum finnst það líka öryggi. Þannig að það er svona alls konar og svo vinna er í gangi, svona það kom sumarfrí og annað en það er inn í þessari skýrslu að setja peninga inn í það. Já. Það var ekki einhver hugmynd það að það ætti að banna það að vera eitt Það kom ykkur umræða eftir slys í Mosfellsbænum en hún hefur aldrei farið svo að búið að segja það að það væri búið að ákveða það hjá Reykjavíkurborg en það hefur aldrei verið fjallað það. Eftir að bara gefa fólki náttúrulega bara valið þetta er þeirra fyrirtæki. Já, mér fannst þetta að vera með eitthvað sem að þú veist, það er bara eins og þetta er tekið fyrir, ákveðið. Já, nei, það var bara eitthvað. En heyrði maður ekkert meira það? Já, nei, það var líka rætt í þessum hópi að dagforeldrar hefði heyrt það og við hefum ekki heyrt það sem að sitjum þess að fundi og annað þannig að en það getum aldrei sett þau skilyrði. Bara getum það ekki. En var eitthvað tekið fyrir að breyta reglugerð leyfisveitingar? Leyfisveitingar? Já. Nei, segðu mér hvað ég skil. Mér finnst það bara, mér finnst þetta, sko þetta er aldurinn á börnum sem skiptir mestu máli.
Já, ok. Þetta skiptir öllu máli, hvernig umönnun þessi börn fá, hvaða örvun þau fá. Og mér finnst núna allt og mikið af dagforeldrum. Nú erum við allir inn í grúppu Já. og við, allir dagforeldrar og náttúrulega umræðan þar inni alltaf. Ok. Það allt og mikið af dagforeldrum sem eru með það alveg á hreinu. Það er ekkert hægt að vera vesenisti að fara með þau út, þau fá ekki útiveru, þau fá ekki neina list, eða þau fá ekki að mála, fá ekki að teikna, fá ekki að gera neitt, að þetta sé allt svo mikið vinna. Og þetta setur rosalega ljótan blett á stéttina, bara mjög, og það er mjög mikið af þessu og mér finnst að það þurfa að breyta reglum með leyfisveitingar. Það á að vera metnaður í þessu starfi og það á að skila þessu börnum vel upp í næsta skref. Þetta er ekki geymsla fyrir börn. Nei, alls ekki. Já, mér langaði þetta að taka undir þetta. Ég var með dóttur mína hjá dagmömmu og við byggum í Vesturbænum og það var bara ekki hægt að fá neitt pláss í Vesturbænum nema svo allt í einu heyrði ég einni dagmömmu sem var laust pláss hjá og held að ég væri bara fylgheppin. Nema svo fer ég að skoða skoða aðstæður og það fæ ég heyra að börnin fara bara aldrei út og ég var svo hissa, ég hefði samband við Reykjavíkurborg og bara ég var bara, þetta má ekki Þetta bara má ekki. Að þetta var ekki Mér finnst þetta bara vera inni allan daginn en mér fékk þau svör að þetta væri bara að dagforeldrar mættu bara ráða þessu sjálfur. Já, þeir eru náttúrulega sjálfstæðsstarfandi en við erum með eins og við erum að tala leyfisveitingu og allir dagforeldrar þurfa að fara á réttindanámskeið þar sem er farið inn í þroska barnanna og það er kannski búið að breyta sér frá því að þú varst á námskeiðinu. Ég var á námskeiðinu 2010. Já, 2010. Og kannski aðeins þróun síðan þá en það er farið í leikinn og auðvitað þroska barnsins og annað. En þetta er kannski mismunandi á milli dagforeldra því að eins og upp í Árbæ og Grafrásta þar sem ég kem mikið inn til dagforeldra þar eru foreldrar hvort þau fara ómikið út. Þau bara hvað er að fara með þessi litlu börn út af því að þeir eru svo óbúslega virkir og eru með kerrur og annað er alltaf út í gönguferðum. Þar eru foreldrar hvort þau eru út yfir ómikið út yfir. Hvað hefur 10 mánaða gamalt barn? Mér finnst það mjög sérstakt. Já, mér finnst það mjög sérstakt. Mér finnst það mjög sérstakt. Bara alltaf að græða að vera í gönguferð. Við erum úti einasta dag, við erum úti og alltaf. Og þessi börn geta bara alla hluti. Þarna kemur líka út af því við svara þér og svo þér líka að við Reykjavíkurborg þarna þarf að breyta reglugerðinni frá 2005 sem er náttúrulega handónýtt og við erum búin að vera þrýst á það. Ég er búin að vera í þessu starfi í 9 ár og við erum búin að vera síðan að ég man eftir því að þrýsta á velferðarráðuneytið að breyta því að daggæslan sé bara félagslegt úrræði eins og það var hérna árið 1950 það var þetta félagslegt úrræði. Þetta er ekki félagslegt úrræði í dag og Finnar, og við bendum á því þessari skýrslu að Finnar þeir líta á dagforeldrar sem fyrsta skólastig barnsins og það er það sem við viljum. Við erum farin til menntamálaráðuneytið og vera meira, þá getum við gert meiri kröfur, þá getum við bara, og eins og Finnar, þeir setja dagforeldra eða bjóða upp á uppeldis námskeið reglulega til þess að fara akkurat inn í þetta, að hvað er það að gera með börnunum yfir daginn, hvernig er dagsplanið og annað. Ég get farið með ráðgjöf en ég get ekki sagt þér, þú viltu gjöra svo vel að fara út með barnið, það er bara, ég hef enga heimild til þess, en ég get veitt ráðgjöf það eða... Já, nei, ég var að hugsa meira að það væri sett inn í reglugerðir. Þú skilir þig. Ef þú ætlar að vera að taka af þér að hugsa þennan fjölda barna, eins og ekki, þá verður að uppfylla þau skilyrði að barnið fái að fara út og gera ákveðna hluti. Því þetta er mikil ábyrgð að taka sér uppeldi barna. Og ég, til dæmis, mér finnst sorglegt eins og við fáum einn námskeið á ári sem er nýra núna 8. okkar. Og hvað er mikið af, eins og ég segi, mikið af dagforeldrum sem að þau bara hnussa og hlæja af þessum fyrirlestrum og öllu sem við erum að læra. Þetta er ekki það sem ég kalla metnað í starfi. Þess vegna finnst mér það ef að leyfisveitingin var öðruvísi og það var haldið þéttara utan skilyrðin að þá kannski skilaði það af sér öðruvísi starfsmenn. Ég er hjartanlega saman. Já. Ég vil líka
bæta inn í, þú veist, þetta er ekki gagnrýni á borgina þannig séð, heldur bara svona almennt á samfélagi. Að þú veist að ég hef alveg getað hugsað mér að vera dagforeldri til æviloka eða tekið leikskólakennarann ef ég myndi ekki lækka í launum eftir 5 ára háskólanum, sko. Og vera föst þá sem leikskólastjóri sem er eitthvað sem ég vil ekki díla við foreldrarna með langar með börnum. Þú veist, það er bara svo sorglegt að sjá hvað, þú veist, þetta starf, þú veist, það voru allir börn, þú veist, þú sleppur því aldrei og þá þarf að hugsa þau. Þú veist, ég er bara svona vanrækt af því þetta er ekki, þú veist, viðskiptafræði. Af því þetta skiptir, af því að þessi mánuður í lífi barnsins skiptir öllu máli. Öllu máli. Það er bara framtíðina, það er bara rannsóknir sína það. Það er ef að barnið upplýði sig öruggt og það er vel örvað eða svona í hófi og það á bara góða framtíð. Eins og bara fyrir lítið barn sem er búið að vera hjá dagforeldri þar sem er engin örvun, í raun og veru í geymslu. Fer inn á leikskóla, þannig sem það er kannski undirmannaður og lítið fé í og þá það er raun og veru, þetta er rosalegt stökk fyrir barn. Og það er raun og veru ekki tilbúið til þess. Bara í sumar þá hitti ég 3 leikskólakennara sem eru að hætta út af álagi og oflítið fjármögnun utanumhaldi. Vilja ekki bara gera stafnæðar? Nei, mér finnst það heldur ekki ef staðan er núna. Það sé ekki staða sem þú getur mælt með. Nei. En það eru líka... Af því það er bara, það er búið að vera mikið af góðu fólki líka í þessu sem er farið. Líka mikið mikið sem leggja metnað í þetta sem fara því að álagi verður komið. Já, þannig að það er náttúrulega alltaf kannski gleði efni þegar eins og ungstúlkurnar sem voru í mínushverfi þær fóru í nám og mér finnst það náttúrulega alltaf gleði efni, mér finnst það ekki vera mínus og þetta er leiðilegt að sjá eftir góðu fólki en það er líka að fara og vera að gera aðra hluti sem er jafn góður, vonandi komið aftur en þetta er eiginlega starf sem getur ekki verið í samfélagi í námi því að þú skreppur ekkert frá. Þú skreppur ekkert frá, mjög bundin og það er til dæmis, það er þarna líka til að vera með meira öryggi og hvað það varðar að þú hafi kannski einhverja aflýsinga mannesku eitthvað sem getur listað af því að ef þú ert með börn í skóla eða leikskóla þú skreppur ekkert í foreldraviðtal, þú þarft að gefa 5 eða 4 öðrum foreldrum frí sem þurfa að, þú veist, það er svona versti áhrif. Þetta eru dagforeldrar að kritisera mjög mikið. Og þetta er ákvörðun sem þú tekur þegar þú ferð í þetta starf, þú bara hleypur ekkert frá, svipað og bara hjúpa á lækni eða eitthvað. En þú veist, þú átt enga möguleika að fá aflýsingu. Nema þú hafir einhvern mann sem er frjálsan og getur sótt og leyst af eða eitthvað sko. Það er alveg heimildi fyrir því. En já. En það er svona allan að þeir dagforeldrar sem við unnum með í þessari skýrslu þeir vilja hafa námsstyrki og símenntun og einmitt tala þennan faglega hluta af starfinu, þeir vilja auka hann. Hvað er þessi faglegi hluti, hver er hann? Hvað er verið að tala þessar faglegu hluti í starfinu? Það er að fá sko að Reykjavíkurborg, eins og ef ég ekki bara tala Reykjavíkurborg að því ég er flott í sveitarfélagi að þeir leggi, þú veist, að því að dagforeldrar verða að greiða fyrir sín námskeið. Þeir verða að greiða fyrir dagforeldra réttindanámskeið, reyndar borgar Reykjavíkurborg smá hluta en dagforeldrar borga stærsta hlutan. Og öll svona námskeið sem við bjóðum upp á eins og endurmenntun, þeir verða að borga það sjálfur. Og að við fáum þá einhvern til þess að skipuleggja það sem að þeir vilja, segjum að þeir vilja fá meiri eins og bara með endurlífgun sem er partur af endurmenntun. Þeir þurfa að greiða það sjálfur og þeir þurfa að fara að tökja, ekki þeir þurfa að það er val að fara að tökja að fresta endurnýja skírteini. Það er til dæmis partur af þessu að auka við faglegan hlutan því að þeir dagforeldrar sem hafa lent í því að þurfa að blása lífi í barn sem að gera svona bara fyrir 2,5 ára síðan það sem hún sagði er að það sem að ég bjargaði barninu því að ég var nýbúin að endurnýja skírteini mitt hjá Rauða krossinn. Og það eru margir dagforeldrar sem fara aldrei nema í upphafi starfsins á endurlífgun. Það er líka skemmtihjálp fyrir börn allt öðruvísi sem fullorðna. Já, það er líka það. Þannig að það var til dæmis, er eitt af þessum varðandi faglega hlutum. Margar vilja fara á eins og tíma og reyndar á réttindanámskeiðinu
það var verið að kenna ákveðna svona uppbyldisaðferðir og margar vildu mastera það aðeins betur. En þær þurfa allir að greiða fyrir það. Og það var einmitt einn tillaga hérna frá barninu og barnavíslum sem er svona haft fyrir hagsmunafélag hér í Reykjavík að við myndum koma meira á mótsvið, eða Reykjavíkurborg myndi koma meira á mótsvið þar. Eins og með eldvarnanámskeið, þau þurfa að greiða það allt sjálfur. Þegar nú er komin ný krafa frá eldvarnaeftirlitinu með. En þetta þessu eldvarnanámskeið og skyndihjálp og allt það er flokkast það undir sem faglegur þáttur af starfinu, ekki bara grunnþáttur í rauninni. Okkur finnst það náttúrulega líka og auðvitað faglegu líka. Já. En ég með svo spáði faglegt eins og þú nefndi líka þarna með uppeldisaðferðar og eitthvað svoleiðis, er verið að kalla meira eftir eitthvað svoleiðis og hvernig það, hverju þá? Eins og ákveðnar upp, eins og veit ég hverju það ekki færðin til framtíðar. Já, það er ákveðið hvernig það takast á alls konar hegðun með barninu. Það er rándýrt námskeið. Það er náttúrulega að fara ekki að þetta er bara, launin er bara hverfa. Þau þurfa bara að greiða fyrir þetta sjálfur. Það er svona partur af því að auka faglega hluta þeim sem dagforeldri. Eitthvað sem kannski kennarar sem skylda hjá kennurum að fara á alls konar svona námskeið. Sumar vilja fara í meira svona eins og með hvernig að örva fínhreyfingar hjá barninu, eins og með alls konar leirmótun og eitthvað. Þetta er rándýrt líka. Og margar, það koma alltaf frá eftir svona námskeið, þegar þú veist að tala um námskeiðsdaginn, þá koma svona tillögur á blaði að vera að meta hvern námskeiðsdag. Það koma margar með bara hvernig væri að hafa, varðandi bara eins og með mataræði, getum við ekki verið að matreiðslunámskeið, getum við ekki eitthvað fengið tilboð í 20 saman eða eitthvað. Það er nóg af tómum skólum með frábært eldhús, en þetta kostar allt. Þannig að þetta er svona auka við faglega hlutan þarna. Nei, ég er að sagða spurningarnir. Já, það komur allan á það. Þannig að það er að við vinnum meira með þeirra eftirspurni eða þeirra kröfum. Af því að dagforeldrar sjálfur verður náttúrulega bara að móta þeirra eigin starf. Þeir þekkja þetta betur. Hafa dagforeldrar eitthvað lesið skýrsluna sem kom út sjálfur? Nei, hún er eiginlega ekki opinberlega komin út. Ég sá að Þórlaug var bara greinilega búin á deilinni eitthvað. Hún er alveg komin í sorgileysi, sko. Já, hún hefur ekki. Nei, sko, ég veit að það ekki allir dagforeldrar í hagsmunafélögum, þannig að þeir hafa ekki fengið skýrslu, ég hef ekki dreift henni, af því hún er ennþá til yfirferðar eiginlega. Þetta er eiginlega bara svona ennþá drög, það hefur verið að kynna þetta, þannig að hún munur ekki koma formulega út fyrir en að borgarstjórnum að taka þetta fyrir. En það er núna eins og þetta var tekið fyrir núna í skóla- og frístundaráði og þá var þetta sett aftur af því við þurftum að laga skýrsluna og það var alls konar tillögur og eitthvað. Svo er það líka bara þannig að eins og bara fyrstu vikurnar sem við vorum að vinna skýrsluna og við vorum svo bjartsýnar og alltaf yes, nú er eitthvað að gerast og svona kraftur í Pírötum og sjálfstæðismönnum og við bara yes, nú er það að gerast, við erum bara að fara að breyta dagforeldra-kerfinu. Og þetta fór út í andrúmsloftið og maður fyrir kringingar og bara, já, er það að fara að gera svona? Erum við að fá 300.000 kr. námsstyrk og nei, þetta er bara tillaga. Aðeins hérna, að því að maður vill ekki gefa of margar, þess vegna vill maður ekki dreifa þess alveg út allt strax fyrir það búið að samþykkja þetta. Þá getum við bara að dreifa það. Þetta er kannski líka viðbragðin að þörfin er orðin svo mikil að fá eitthvað svör og gera eitthvað. Nú hef ég verið með bara foreldrabarna sem hafa verið borgar. Foreldrarnir hafa verið í stjórn borgarstjórn áður. Og þeir segja til dæmis við mig að áhuginn fyrir okkur hafi verið alveg sigur. Ég er ekki sjálfstæðismanneskja en ég er ekki kannski vera, en þeir hafa og lögðu fram bókun í júní á þessu ári þegar þessi skýrsla var kynnt að þeir hafa verið eini flokkurinn sem vill boða hækkun á niðurgreiðslum 25%. Þeir eru alveg með sögu aftur í tíman. Það hefur aldrei verið samþykkt, þannig að það kom að hreint að það hefur alveg verið vilji en kannski ekki verið tekin ákvörðun. En við erum eiginlega svona Kópavogur er alltaf komið mjög langt í þróun á dagforeldраkerfinu. Akureyri líka. Það er mikill munur á greiðslum. Núna kemur það þannig út ekki að mér næstu bara þegar ég er með 2 á Kópavogi
eitt á Seltjarnarnesi og 2 á Reykjavík núna í haust. Já, Það er mjög mikill munur á, niðurstaðan. já, En þú mátt taka við hverjum sem er. já. Þú er svo vinsæl. Þú mátt sem Nei, ég má, foreldri velja við megum taka dagforeldri, hérna þess vegna af. bara á Ísafjörð. Já. En bara gagnið í lögheimili, þannig að það sveitafélag segjum til dæmis að foreldri sé að vinna aðra fyrir viku á Ísafjörði Já. og velja dagforeldri þar og vera að vinna kannski eða heima í Reykjavík hinnavíkuna, þá máttu velja dagforeldri á Ísafjörði og Reykjavík borg greiðir. En þetta er hann ekki, Maður gerir bara sem sagt samning við hvert sveitafélag með Já. hverju barni sem að Já. fer hann á. Ólafsgarður er með miðsvæðis, þannig að það hefur verið fólk sem býr út af nesi, vinnur kannski upp á höfða, þú veist. Það er bara ég íhugaði þetta að fara í, að það var svo mikið laust í Kópavogi síðasta haust. Það var ekkert laust í Reykjavík. Ég bý hérna í Álfheimum og fekk pláss upp í Breiðholti. Já, Hún þurfti samt að hætta vegna aldurs já, já. og það var ekkert annað pláss. Þannig að hún fekk pláss í ungbarnaleikskóla. Það er svolítið Það var ekki sorglegt mjög heppilegt. að ég sem hef unnið sem dagforeldri myndi ekki vilja fara út í dagforeldra umhverju með barn. Já. Það er svolítið skeri, sko. Ég byrjaði með mína 5 mánaða hjá dagforeldri og bara svo vel. Þú getur Ég bara er verið rosalega rosalega að heppin. leita, Já, segjum svo hún myndi ekki vilja vera með, þú veist, skildmenni. Því það er alltaf svona spurning um það. Ég held ég myndi ekki vilja vera með lítið barn og Verðum bara hjá okkur að Nei, að það, hanga á hurðum bara, please taktu það inn. en það er Það er líka, rosa sætt. En þá er svo góð tillaga náttúrulega í skýrslunni það að vera með bara miðlegan grunn. Þú veist, þú bara setur inn umsókn og svo er það bara, Já. þú veist, þannig að þú þurfir ekki að með þetta. Þetta er nefnilega fálega. Þetta er rosa. Ringja, út um allt og leita. Af því að það er, sko, upp á geðtengslamyndin og alltaf fyrir börn, þá er æskilegra fyrir þig að vera hjá dagforeldri heldur en Já, í algjörlega. grunnskóla. Þannig að það er alveg bara algjörlega, mikið, þú veist, og það er þetta kom mér rosalega óvart að ég var að fundi með það með þarna meirhlutanum og ég var sko tilbúin til þess að fara að verja þessi afstöðu mitt alveg gagvart sko Vinstri grænum og Samfylkingunni. Já. En þá var það bara, þú veist, þá bara var einn af það bara frá Samfylkingunni bara, ég er pín dagforeldra. Ég hef aldrei heyrt það er svona. Nei, ég var svo hissa, vísu Vinstri grænum, það er bara sko. Ég bara Vinstri grænir sem hafa verið pössum hjá Jólbjörnum. já, Það er einu fólki sem ég Þetta kom mér rosalega óvart, ég var eiginlega bara, vá, þetta er æðislegt. En ég segi ykkur, sko, það er eitt foreldri með okkur fyrirgefið í hópnum. Ég glemdi að segja frá því. Já, ég var einmitt að fara að spyrja það. Já, einmitt, ég bara glemdi, hérna, maður gerir stundum ekki ráð fyrir foreldrum að þeir hafi skoðun. En hérna, en hún talaði og bara það sem að við höfum líka fengið út frá, það hafi verið svona skoðanakannanir, sendar til foreldra, bara sem búið á leikskóla skoðanakannanir. Og foreldrar eru ótrúlega ánægðir með dagforeldra þjónustuna en þeir gagnrýna hátt verð þegar ég erfiðleikum með að greiða af því það er dagforeldrar með ekki hafa verðsamráð eða verðsamráð og sumir eru mjög dýr meðan aðrir eru bara svona lala og eru bara svona einhvern veginn, já þannig að það getur verið alveg himinn og haf á milli greiðslu sem fer á milli foreldris og dagforeldris þannig að þeir gagnrýna það en þeir eru mjög ánægðir með daggæsluna sem slíka. Þeir eru finnst óöryggi þegar að dagforeldrar eru farnir að taka sér frí, bara kannski svona kósí frí og bara liggur í klukktíma áður en að þeir mæta. Það er gagnrýnt líka sko. Já. Og þeir eru einhvern veginn aldrei í neinu rétti. Það er hérna og það, já, þannig að við fórum líka inn í þessa skýrslugerð með það í huga að breyta svolítið að foreldrarnir hefðu eitthvað rétt af því að niðurgreiðslan er jú greidd út frá kennitölu barnsins þeirra. En varðandi þetta með verðmunin, var eitthvað kannað hvað þið fá fyrir peningin, hvað er innifalið í verðinu, hversu mikill matur eða bleiður eða já, það var aðstæða? Hagsmunafélögin tók sér saman og unnu saman að það er einnig fylgi í gögnunum og báðum við dagforeldrarna fyrir ekki að fyrir kostnærin á að vera með 5 börn í vistun og þeir segja til dæmis að mánuði að maturinn sé 80.000 húsalegan en það er kannski svolítið svona það er eftir bara hvort þú ert að leigja eða svona, já
það er húsnæðislánin og eitthvað, þau sett ekki þar á, hit og rafmagn 4.000, leikföng, föndur 10.000, almennt viðhald 100.000 árlega, pappírskostnaður 5.000 og þetta báðu þau bara sína félagsmennum að setja svona, þú veist, og svo var bara tekið vinnufatnaður 70.000, þær eru að fara mikið út þessar í Árbænum og Grafarholti til dæmis og þurfa á góðum göllum að halda og skófatnaði og vagnar 150, kerrur, margar eru með kerrur, rauðdýrar 106.000, þetta er svona, þannig að maður var svona bara what? En eru bleiur þá? Já, bleiur einhvers staðar hérna. Mér finnst það sko, eins og talað okkur og við gefum upp verðið, eins og þetta breyttum og svo þjónusta sem ég býð upp á. Og þá er alltaf bara talað heildartöluna og þetta sé rosalega mikið. En ég bendi foreldrum á eins og núna nú er ég að breyta gjaldskráin hjá mér núna frá með 20. ágúst. Að foreldri sem er í sambúð þá, eða það gjaldi fyrir 2, er að borga með 400 krónur á tíma fyrir að hugsa barnið sitt. Og ég skaffa alla vagna og allt inn í þá og ég þetta með bleiunum og þetta með matnum, þetta með allir þeirra örfum sem við erum úti og út allt og allir þeirri myndlist og öllu sem við gera. Þetta er allt inn í þessu 400 krónum á tíma. Það er bara lýgilegt. Já, þetta er nefnilega lýgilegt þegar þetta er sett svona upp, því að heildarupphæðin kemur náttúrulega. En það kemur samt á móti af því að við erum að tala um þessu bleiur. Að nú hef ég til dæmis tekið eftir því mín börn voru með taubleiur og þegar umræðan í þeim hópum var gagvart dagforeldrum að þá var það oft þannig að þau voru bara, þau hefðu engin réttindi fyrir gagvart dagforeldri til þess að viðhalda því á tímanum sem barnið var hjá dagforeldrum. Og þetta var einmitt margir sem voru þá borgum til bleiukostnaðar en vildi ekki nota bréfbleiur heldur taubleiur. Þannig að þarna stangaðist á hvað óskir foreldrarnir hafa bara almennt séð hvaða vinnuskilyrði dagforeldri setur sig. Og þetta gæti verið rosaleg krísa fyrir mörgum. Meinar þá að það er að draga bleiukostnaðinn frá? Já, þeir fannst ekki sanngjarnt að þau voru að borga fyrir bréfbleiur þegar þau vilja ekki að barnið þeirra noti bréfbleiur og þau skaffa taubleiurnar náttúrulega sjálf. Þá verður náttúrulega hægt að dagforeldri gæti bara keypt bleiur sem þetta. Við höfum verið með alveg ótal mörg börn sem eru alltaf á taubleium. En ég hef aldrei heyrt það að það er að breyta gjaldinu sem er. Þetta var bara mjög sérstök umræða, þú veist, maður stafla stundum að stappa stáli í foreldrasetur, þetta er þitt barn og þú ræður hvernig það er klætt og hvernig, þú veist, það er svo svipað ef leikskólinn bara segja mér hvernig reglulega ég ætti að kaupa börnum. Þetta er bara eitthvað sem foreldrar ákveður, við viljum hafa þetta svona og þú veist, oft er þetta umhverfis sjónarmið eða varandi húðin á barninu. Þetta sé mjög mismunandi eftir dagforeldri. Já, þetta er greinilega mjög mismunandi, Alveg sem með óþol og ofnæmi. Þú veist, maður tekur tillit til þess. Þetta er allt spurning samvinnu og samtal. Þetta er ekki einræði. Manstu hvað við vorum eiginlega með, við vorum hér fyrir með veganmál í næst ár út að við vorum. Já, það voru svo mörg ofnæmisbörn. Það vorum bæði mjólkur og eggja ofnæmi og þá var til það. Það var allt bara, já. Það var þetta rosa gaman. Þetta er nefnilega að ég ætla að halda áfram en að lista, það er þau fyrir að endurnýja eins og slökkvitæki eða við finnum að endurnýja slökkvitæki sjálft en það þarf að yfirfara það. Það er ákveðin kostnaður með það og þetta eru við eins og slysavarnir, það er 6.000 kall annarkvort ár, heilbrigðiseftirlitið það er 43.000 annarkvort ár og ef það eru 2 að starfa saman, sjúkrakassin er 10.000 kall. Og það þarf reglulega að endurnýja hans því þetta rennur út þess að sjá bara kostnaði þannig að þær eru að koma með tillögur hér að eins og slysatryggingin hún er náttúrulega dýr og sjúkratryggingin það er eitthvað sem er náttúrulega valkvætt en þetta er það að koma með tillögur að við komum eða sveitarfélag komum mér á móts við þær að við setjum aðeins kostnað en á móti kemur verður við líka að muna það að dagforeldrar eru sjálfstæðstarfandi og þá sagði Reykjavíkurborg líka ef við ætlum bara að borga svona mikið í þeirra eigin fyrirtæki að þá kannski þurfum við að setja meiri skilyrði eins og með þarna eins og þú veist að segja faglega hlutum þannig að það þarf að vera eitthvað balans þarna á milli. Hvað skilur með spurningum?
Já, þú nefndir verðið og myndast umræða á Facebook verð á dagforeldrum daginn ekki endilega milli sveitarfélaga, heldur bara sem fólk var að spá í hvort það sé sambúð eða ekki og það var á bilinu burt sér frá niðurgreiðslum frá sveitarfélaginu, það var á bilinu 40.000 til 120.000 sem fólk er að borga og það er rosalega mikið munur og það var einmitt forvitin það hver Nei, það er fáránlega að tala. Þetta er rosalega bygg. Mér finnst það rosalega stór bygg og hvort það sé, þú veist, er verið einhver svona sjúkranutt á börnunum með eitthvað, ég skil ekki. Þær eru örugglega nuttaðir líka alveg. En til að gefa þér hugmyndum þá var 80.000 það er 400 krónur á tíma. Já. Og það var þá, hvað er sem foreldrar borga? Já. Það var þess að borga manneskinu það tíma fyrir. En það er lægri tala sem þú ætti hlutfallslega að borga ef þú værir einstæð. Þannig að það þarf svolítið að horfa á það líka frá því. Ég hef aldrei heyrt þetta. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað óeðlilegt að vera að borga fyrir það. Óeðlilegur verðmunur það er rosalega. 100% munur. Það er líka að því að sko ég sé það svolítið inn á hópanum þar sem allt dagforeldrar að tala saman. Að það er það sem svolítið þarf að gera, koma hann inn oft nýir sem er að byrja og segja bara, þú veist, kynna sig og segja og ég heiti þetta og ég er búin að fá leyfi og hvað á ég að gera? Já, ok. Hvernig tala ég um foreldra, hvað á ég að rukka, hvert borgið þið, hvað gerir þið, þeir eru alveg sko og eru að spyrja hina sem að hafa. Þarna þessum svolítið, þú veist, fyrir að hafa smá forminu. Sko við megum ekki, þegar ég kem inn á heimili og er að taka fyrsta viðtalið, þá má ég alls ekki ráðleggja neitt varðandi ykkar greiðslur. Nei, ég veit það. En að maður alveg bara svona forðast alveg þau eru meira bara svona alveg en maður heyrir hjá eldri dagforeldrum sem maður er búin að vinna mikið með og vilja stundum segja manni heildarverðið sem að taka fyrir 8,5. Það getur verið frá sko 85.000 sem er náttúrulega bara gefins vinna. Þú veist, það er bara af hverju eftir í þessum starfi. Þetta er bara þú veist, aðeins að hækka launni upp í 120 fyrir 8,5 tíma. Og þá eru svo koma niðurgreiðslurnar á móti. Segjum þú gift eða ert í sambúð samkvæmt kerfinu, að þá færðu fyrir, ef þú ert með barnið í vistun 8,5 tíma, þá er þetta eitthvað um 56.000, 57 leið. Svo afganginn, segjum þú ert hjá dagforeldri sem tekur 110, þannig afganginn ert þú að borga. En þetta er mikið að borga, en ekki mikið að taka við. Og það er það sem kemur líka, við erum búin að leggja áherslu á þessari vinnu, að það þarf að vera, sko, dagforeldраkerfið eins og það er í dag, þá er eins og fólk bara ég kom með leikskólapláss í bara farin, af því að það er betra, það er þægilega upp að borga til í leikskólaplássi heldur en dagforeldrar. Og en ef þetta er orðið sama verð og hækkun á niðurgreiðslu frá Reykjavíkurborg til dagforeldris, þannig að þú hugsaði aldrei tvisvar þú vilt auðvitað dagforeldраkerfið að það eru bara 4-5 börn eða þá 10 ef það er að vinna saman. Og ekki mannað alltaf. Já, ekki, þú veist, það er alltaf sama manneskjan sem að barnið þetta er heitt á morgnana. Þannig að þá er þetta orðið svona bara, já, þetta er ekki spurningu, þetta er velja dagforeldrakerfið. Ég vel minni eininguna. En þegar að, þú veist, foreldrar velja auðvitað alltaf leikskólan eins og staðan er í dag og hefur verið undanfarin ár, fullir virðingu fyrir dagforeldrakerfinu, af því það er ódýra fyrir foreldri að borga. Þarna finnst mér líka stundum vanta svolítið upp á að þá hugsunum að leikskólapláss kostar ekki 30.000 barn, skilur. Nei, það er náttúrulega mikið niðurgreitt, sko. Það er rosalega mikið niðurgreitt og það er munum. Þau eru kannski að greiða 180.000 niður eða eitthvað fyrir hvert barn á leikskóli. Ég held að það væri 150 en svo var ég sko ekki í aðra tölu, þá var það komið yfir 200.000. Já, það er kannski komið yfir 200 núna, ég er með eldri tölur um 180.000 á hvert barn. Já, ef að foreldri sér það, þú veist, það hugsa bara, það kostar bara 30.000 skall eða eitthvað að fara þangað. En svo er hún með svona rosalega. Já. Þetta er aldrei barnsins. Þetta nefnilega vantar inn á hverju barni fylgir svakaleg greiðsla í hverju mánuði frá borginni. Þess vegna er þessi krafa að við höfum verið að reyna að fá hærri greiðslur til að geta lækka, til að geta komið meira mótsvið.
En þá eru komin fleiri skilyrði, það er bara þannig. Þegar að leikskólakennarar og allt þetta. Já, og þá eins og dagforeldrar í dag eru auðvitað að stýra sín eigin fyrirtæki og þeir geta náttúrulega ráðið sínu fríi sjálfur auðvitað. En já, þá verða væntanlega sett fleiri skilyrði á eins og að gerast að dagforeldrar að taka 3 vikur milli jól og nýjárs og láta foreldrar borga fullt verð sem náttúrulega ósanngjarnt fyrir einhverja vinnu sem þú eftir að vinna. Mér finnst bara ófært að heyra þetta. Það bara því miður í gangi og foreldrar verða náttúrulega alveg brjálæðir og þarna komið á punktinum sem frá foreldra hlutanum að þeir eru náttúrulega ekki neinu rétti og þegar skortur á dagforeldrum og foreldrar verða náttúrulega bara að taka þetta pláss að þeir náttúrulega verða að mæta í vinnu. Já, maður skrifa bara upp í samninginn. Já, þeir bara takk fyrir að passa barnið mitt og ég borgar fyrir næsta mánuð. En svo þegar að dagforeldri tilkynni kannski með 2 vikna fyrirvara, ég er að fara í 3 vikur hérna milli jól og nýjárs og þú borgar bara fullt sett verð, annars bara segi ég upp. Mér finnst þetta náttúrulega alveg ótrúlegt að heyra. Þetta því miður að gera og þá eru foreldrar náttúrulega alveg brjálæðir og auðvitað velja leikskólakerfið af því að það allt bara skorðað. Þarna skólinn bara lokaði þarna og þarna og þarna en þarna hluti foreldrar bara að þarna óöryggi. Þannig þetta þarf að laga. Þetta líka mætti að vera inn í, eins og ég sagði með hérna í sambandi við leyfisveitingar og upphaf. Alls þessu upphaf sjá manneskju sem að byrja sem dagforeldri. Að þetta til dæmis hluti sem ég fer yfir alveg árið kring. Við erum eins og með svona aðgerða dagatal, þar sem allt dagsett sem við gerum yfir allt árið. Það rosalega flott. Þú veist, það bara yfir, það heill vetur sem við skrifum fyrirfram niður. Allt sem við verðum með. Sko reglurnar frá Reykjavíkurborg varðandi eins og niðurgreiðslurnar að það þannig að dagforeldri heimilt að loka 6 daga á ári og þá í þessum 6 dagum þá 1 námskeiðsdagur og þessi hina 5 hefur hann bara úr að velja hvað hann gerir við sína bara sem tíma en þessi 6 dagar eru þannig að þú borgar þá ekki niðurgreiðslurnar tilbaka en ef að foreldri hringir og kvartar við mig sem fer svo þá niður á lögfræðisvið SFS eða skólafríslandssvið að dagforeldri búið að vera í fríi umfram þessa daga á árinu og þetta kemst upp og þetta náttúrulega foreldrar eru eftirlitsaðilarnir. Við komum bara inn, ég einu sinni 2 ári og óbúið eftirlit 3 ári, 3-4 Ef að foreldri hringir og kvartar og með alla dagsetningarnar á hreinu og við búin að vera að borga niðurgreiðslurnar þá náttúrulega dagforeldrar að borga tilbaka og allt það þannig svona þetta ef við ætlum að hækka niðurgreiðslurnar þá verða örugglega fleiri skilyrði og dagforeldrar láta skrifa undir það en eins og ég segi, við erum ekki þetta allt búið að reikna þetta út hérna í skýrslunni þannig að ég mæli með að þið lesi þetta og við erum komið alls konar tillögur af því hvernig að koma líka betur á móts við það foreldra sem að vilja vera heima lengur með börnunum sínum af því að það náttúrulega yndislegast í heimi að geta haft val að vera heima börnunum sínum. Sem samfélag ættum við í raun að vera stefnaði að fá mikið meira fæðingarorlof. Já. Þetta bara fárlegt. Það var annars sem komið líka með dót með alltaf þegar ég var á fundinum og samfélagin var líka alveg bara já, 2 ára fæðingarorlof væri bara æskilegt. What? Og það náttúrulega líka val að taka. Já, líka sumir vilja. Já, það þýrt að vera svona kannski 4 ára tímabil sem þú hefur til að taka til 2 ára. Það getur svo æskilegt fyrir barn að fara, þú veist, hálfan dag til dæmis í burtu. Og það er hálfan dagina því að margir verða bara geðveikir af því að vera kannski bara heima. Þess að sjá þetta fyrir sig bara tremmt. 2 ár heima og barn, ég minn einu, ég verð 3 ára. En þú veist, fyrir barnið þitt þetta svo miklu æskilegra. En þá náttúrulega líka aftur að þú kemur inn í 2 foreldrar. Þá náttúrulega samhliða því að vera stefna svo löngu fæðingarorlofi þurfum við náttúrulega laga laun kvennastétta og svo karlastétta þú veist þannig að þetta sé sambarlegt að fara í svona orlof en þetta algjörlega líka bara að gera þannig að maður kvíði ekki að fara að stofna fjölskyldu. Akkurát. Annað með svona að foreldrið sé eftirlitsaðili og þá hef ég núna þurft að hætta með börn hjá dagforeldrum 2 vegna heilsufars ástæðna dagforeldrisins og það er rosa
óþægilegt að þurfa að taka frídaga til þess að sem sagt, það er ekkert öryggi fyrir mig að dagforeldri hringir veikt, það er ekkert sem ég get gert í því og ég á bara mína veikindadag nema maðurinn minn, hann fær líka veikindadag sem fyrir barn og má skrá á það sem sagt, nei ég mátti ekki skrá á mig, það er bara veikt barn, ef það er veikt dagforeldri þá er ég að taka frídag en hérna hann fær að skrá veikt dagforeldri og fær þannig veikindadag fyrir það þannig að er eitthvað svona sem borgin hvetur fyrirtæki til að gera eða eitthvað þannig? Nei. Það er náttúrulega líka bara þannig í dag, færðu bara x mörg á veikindadaga með barni, óhátt í hvað eru mörg. Þú færð hvað 12 daga á ári, sama þú veist 24 eða eitthvað, sem er alltaf galið. Þessi veikindumræða er líka alveg bara sér hvarkjóttur að segja því að við þegar við vorum dagforeldrar við erum alltaf mjög strangar á því hvenær börn að mæta af því að við verðum veikar þá eru allir í klípu ég þurfti næstu ég bara sko áfallameðferð hvers sem ég þurfti að hringja mig veika því að ég var svo mikið samskiptur þú veist, ég bara kæmist ekki út úr rúmuna því ég fekk nóróa því að fólk komast þennan í barni sín. Þú ert ekki bara að sinna neinum með nóró? Vallar sjálfur með. Já, nokkar ekki neinum. Nei, þetta er líka það þegar það er sko dagforeldrið á börn og barnið verður veikt og það þarf að gefa frí, svo verða dagforeldrabörnin veik þannig að foreldrar allt einu vera búin líka með sumarfrí í sig. Þetta er einu umræða sem að verður alveg bara, þetta er skelfileg umræða og þetta þörf umræða. Þetta er eina ástæðan því að það þarf að laga þetta kerfi. Af því að ef þá eru val fyrir foreldrar að fara með barnið í vistun til dagforeldra og við ætlum að halda dagforeldra kerfinu ennþá í gangi þá verðum við að laga þennan hluta. Af því að við verðum að hafa einhverja aflýsingu og já. Þetta er nefnilega rosalega erfitt því að eins og minn daggæslar á að gera saði þá er raun og veru þá þú veist, þið megið ekki fara frá það, megið ekki gera neitt nema að hafa eitthvað sem er með leyfi til að leysa ykkur af. Það var einu umræða sem kom upp. Það er rosalega erfitt því að eins og við höfum, nú vann hún með mér 5 ár. Já, ok. Og hún má í raun og veru ekki leysa maður þó að ég væri fyrst að gera eitthvað í þetta. Af því það er raun og veru. Ef þú skilar inn sakavottorðinu og læknisvottorðinu þá getur endurnýja leyfið ef það er ekki runnið út og gætir þú leyst það er runnið út og þá þarf hann að fara í allan pakkan og nei, það er bara endurnýja það og bara svona var ekki Hrönn fann að tala við sakavottor og læknisvottor Hrönn var voða hún var mjög stíf á þetta því ég var að eitthvað að hleypa í skarðið ég bað hana að hjálpa til ef ég fengi endurnýja leyfið og ég bundir mínu förðu nei ég bara hringdi og fekk bara reglum og ég nei og ég bara það bara ger ég það er bara mjög slæmt en það var einn umræða sem kom upp í miðluleikanum það var einlega að útbúa eitthvað svona backup kerfi og eins og þegar foreldrar eins og þegar þegar þeir tveir dagforeldrar saman ef annað þú veist kemst ekki það sé hægt að kalla inn eitthvað þannig það er okkur finnst það mjög sérmyrandi líka því sem starfum af því að það myndi leysa ýmislegt og viðkomandi aðili myndi þá ekki alltaf vera ókunnugur börnunum heldur bara þetta væri einhver aðili sem að væri kannski í árbænum eða í rafröltinu að færi þá þurfti líka að skoða tryggingarnar út af því að þeir eru tveir dagforeldrar að vinna saman og annar er veikur svo sem mætir er kannski bara með eitt barn því hinn börnin eru veik þá má hann ekki taka hinn setja inn einhver tryggingapakka þá má hann ekki, við megum ekki taka hinn út af því ef það kemur upp á hjá veik þá ert þú ekki tryggður þú sést að vinna saman en ef þú eins og bara með ég var með svona svipað í grafröltinu og hjóna starfa saman og svo hætti hann fór í þannig vinnu en hann var ennþá með leyfi og þau fóru bæði á samningin hjá niðurgreiðslusamningin, nöfnin þeirra þannig það er ekki af því að þau eru bæði með ábyrgð á þessari kennitölu barnsins en það er ekki borgað, tryggingarnar borga ekki út frá kennitölu, þetta er út frá fjöldan en auðvitað er skoðað hvort að barnið eigi samning þannig að það getur ekki verið með 7. eða 7. barni þannig að það er hægt þannig að það er allt hægt það er bara við sem semjum reglurnar og það hlýtur að vera hægt aðeins að en þetta er eins lengi og viðkomandi er með öll lögleg alla löglega samninga
þá er hægt að hafa leyfi. Og við höfum alveg farið þessa leið. Já, það væri rosalega gott. Af því að þú veist, bara Lilja og þú skiptir um. Já, nú erum við aldrei frá. Þannig að það er bara... Mig langar svo að spyrja varðandi mögulega verst að með í þessu af öllum hérna. En þess að hvernig tildrögast það þessi skýrsla var gerð og í hvað ferli núna? Hver næstu skrif? Sko það voru foreldrar sem voru, út frá þessu skýrslu, það voru foreldrar bara á landsvísu sem var svona þrýsti hópurinn og bjóð til Facebook síðu lausforska dagforeldrum þar sem var barist dagforeldra og mikla hringingar og annað. Þannig að þeir, svo þessi þrýsti hópur fyrir að tala við meirihlutann í borginni og auðvitað minnihlutann, þannig virkar það líka og býr til þennan þrýsti hóp og á líka SFS að þú veist, af hverju er ekki verið að auglýsa eftir dagforeldrum og af hverju er ekki verið að gera þetta, af hverju er ekki að hitt. Og svo var líka óánægðir foreldra hvað þeirra hluti af dagforeldrakerfinu er óöruggur eins og við höfum verið að ræða hérna fríin og borga frí dagforeldra og eitthvað svona sko. Og var hérna einhver mál sem voru skjalafalls þar sem að átti að byrja vistun samkvæmt samningi 1. ágúst en byrjaði aldrei fyrir 1. október. Þannig að dagforeldri var eiginlega búið að fá þá í niðurgreiðslum ágúst, september og þá, já, svo þegar barnið byrjaði 1. október foreldrar óánægð þannig að það var fyrsti mánuður uppsegjanlegur og beggja báðum. Þegar náttúrulega bara segir, þá bara hafði foreldrar ekki réttindi að því að samkvæmt samningnum sem foreldrar hafði undirritað en dagsetningin var sett eftir undirritun. Þá byrjaði barnið sko 1. ágúst þannig að foreldri var aldrei í rétti að segja upp og þetta var bara orð gegn orði. Þannig að það var líka, það var hérna hópur af foreldri sem lendi því. Það var einn partur af, já, það var einn partur af þessum þrýsti hóp sem þannig að þá fer náttúrulega pólitíkin bara á stað þegar það þarf að breyta þessu kerfi. Það þarf að skoða og þess vegna og auðvitað formenn beggja hagsmunafélagana voru þess að bara mjög óhressir með sína dagforeldra sem að þeir náttúrulega bara þennan siðferðislega hluta og líka það að við vildum að því að foreldrar vilja dagforeldra líka en það þarf bara að bæta þannig að þess vegna ef ég hef svarað ég myndi aðteklisbest ég stundum missi alveg þráðinn sko þannig að ef ég hef svarað já það er ástæðan fyrir að þessi skýrsla og þessi og líka það. Er þetta skipti sem svona skýrsla að gera? Nei. Þess vegna þegar maður fékk erindisbréf að vera kallið svona hópa bara já, okay. Neitt erindisbréf, það verður ekkert úr þessu en krafturinn bara í pólitíkina voru náttúrulega bara þetta var kort er í kosningarsvíðunum en það er ennþá verið, það er mikið, það er þessi þrýstópur enn til þó að foreldrar síðan og kom með börnin í vistun og svo líka inn á leikskóla. Og hvað er þessi staða núna? Núna er aftur það skólafrístindaráð fór yfir þessa skýrslu og senda neila aftur tilbaka til okkar þar sem við þurfum að búa til áætlun sem fer í sig forgangsröðun og meira ígrunda kostnaðarmat og svo er nú búið að þessa og áfangaskiptingu þú veist að því að við horfum bara til næstu 4 ára að hvað forgangsraða það, hvað við gera fyrst þannig að við ég veit ekki alveg hvort ég verið partur af þeim fundi en það er allan að skóla og frístundasvið af því ég vinn á einnig þjónustunastöðinni, ég er ekki vinn á sviði mun fara í þessa vinnu og þarf að fara, ég veit ekki hvernig næsti fundur skólafrístundaráðs í ágúst, vitið þið það? Það er talað ágúst 2018 þannig að svo þarf það að vera samþykkt og svo fer þetta áfram. Má ég spyrja þig hérna hvernig var valið í þennan hóp? Þú segir að það er einn aðili frá barnavistun? Já, það er bara formaðurinn sjálfur Guðni. Já, var hún bara sjálf? Ég bara veist, ég veit ekki. Svo var Halldóra fyrir barnið og hún formaði barnsins. Ég veit ekki hvernig foreldrinn var valinn. Já, ég var að spara það hvernig. Já, ég var að spá í það. Hún hefði bara verið á þessu þrýstihóp. Nei, jú, ég man það núna, hún sagði það sjálf. Hún er frá félag foreldra í leikskólum og hún er sjálf með barnaverndarforeldri. Þannig að hún var valin þaðan af því hún hafði bæði. Já. Ég fékk bara erindisbréf og okkur fyrir að fækkandi dagvistarráðgjöfum þannig að það var ekki kannski margt að velja. En þessi stétt er rosalega sundurleit og raun og verið mjög erfið líka. Já. Þú segir það að það eru ekki stærri stéttin á þessu svæði
hvað er þessi félag tvö og svo er dagforeldrar utan félag Já. sem borgaði tryggingar. En Og ég ég hérna já, fékk til ok. dæmis bara, og ætla ekki að vera með neina, ég kom ekki til þess að hella yfir einhverju neikvæðin eitthvað. En það má tala En þetta er bara mér svo mikið hjartansmál á þessi börn Frábært. að Þórhildur Löfi, var hún sem sagt þarna í þessu? Já. hérna þess vegna spurði ég hvernig það hefði verið valin inn og þannig því að til dæmis bara einn stór hópur af sem sagt, svona vinkonum sem er myndast inn á barnavernstunum hafa haldið því fram til dæmis að við í Ólótagarði sem að búa til listaverki sjálf og allt sem börnin gera hjá okkur. Ég er að segja að þetta er alveg hreinu sannleikur. Ég fekk 2 símtöl af því þetta komst núna allt upp í hámæli núna í júní. Býtu, hver er að segja þetta? Það er formað þetta hún Guðný. Hún er í þessum hóp. Þannig að þið dömdu ykkur við það bara eftir. Já, við náttúrulega bara sitjum við það í hádegismat og öllum við málum og við erum náttúrulega með sérstakann stíl fyrir hvert barn. Náttúrulega. En Litapaletta. þetta er það sem þetta er það sem ég er að segja. Þetta er náttúrulega bara Það er allt til. innan af formaðurum hagsmunafélagsins manns og þú veist þetta, það vinna allir gegn hvort öðrum. Það er svo mikil öfund, það er svo mikil krísa og dæmi, þú veist, þetta er svo slæmt. Þess vegna var ég að spyrja, eða að byrja að spyrja hvernig hvort það væri hægt að breyta þessu upphafi. Þannig að það væri skýrari mótin á þegar þú ætlar að taka þetta að þér af hvað þú ert að fara út í og bara hvernig þú veist, það er bara virðingu fyrir öðrum. Mér langaði að spyrja Hún heitir Rakel, móðurinn. hvað er það sem er í þessi byrjunarnámskeið til að fá leyfi fyrir dagforeldra? Ef dagforeldra fá leyfi og spyrja fyrst hvað á ég að gera núna? Já. Hvað er það sem þið Sko, við erum nú alltaf að reyna að samræna vinnubröð við sem erum eftir sem dagstjóraráðgjafar en þetta er nú þannig að þú sækir að gera dagforeldri hjá þjónustumiðstöðinni og þá fyrir ákveðið ferli af stað, þú þarft að skila inn sakavottorði, það eru þá all brot sem framin eru 5 ár aftur í tíman. Ekki hjá öllum 18 ára og eldri á heimilinu. Jú, Já. Ekki ef þú vinnur utan heimili. Já, þú veist, á því heimili sem þú ert að Nei, starfa. en ef að þú tekur að þér gæsluvöll á leigu, ferð að vinna þar með öðrum, þá þarftu ekki að skila þó að 3 í fjölskylduninu væri með sakavottorð. Já, en þú veist, að það er á því heimili, það er þá ekki heimili En þú ert en inn á- það er einhvern annar á Nei, heimili. þá ertu á öðru vinnustað, þá Já. þarf ekki að segja frá því. En ég er Það býr enginn þar. ekki með gæsluvelli, þá er það Nei, ég meina þetta fylgir bara Já. dagforeldrum. en allavega þá er það er læknisvottorð og þá er þetta vottorð frá heimilislæknum og sett andlega og líkamlega heilbrigði að geta barna og það er ekkert í þinni sjúkrasjóðu sem að kemur í veg fyrir það að þú getur gætt barna og þá er það bara læknir sjálf sem ber ábyrgð á að gefa það læknisvottorð út, ekki skólafrýnd þá er það sakavottorð öll brot sem hafa verið framin 5 ára aftur í tíman svo þarf ég undirskrift viðkomandi aðila og allra 18 ára pluss á heimilinu ef þú starfar inn á þínu einkaheimili að ég má skoða kennitöluna eina hjá Barnavernd Reykjavíkur og þá fæ ég bara að vita hvort að þú sért með eitthvað barnaverndarmál á þér eða ekki, ég fæ ekki að vita hvaða málið er í gangi ef svo er og svo er það embætti ríkissaksóknara, þá er það öll hegningarbrot sem hafa áhrif á það að þú getur gert þarna aftur í tíman, alveg frá 18 ára þá þegar þetta eru svona 4 pappírar sem eru svona verða að vera í lagi og svo höfum við heimild samkvæmt reglugerðinni frá 2005 að veita bráðabirgðaleyfi þangað til frá 6 mánuðir þangað til að réttindanámskeið þá er það á herðum sveitarfélagsins að halda þetta réttindanámskeið innan þessa 6 mánaða og ef við náum ekki að fylla námskeið þá áfram eiginlega endurnýjum við þá þetta bráðabirgðaleyfi í aðra 6 mánuði og við stundum er það bara þannig að við náum ekki að halda fjöldanum af því að námsflokkar hafna fyrir að halda þetta fyrir okkur og þá er einn af þessu námskeið er farið inn í reglugerðina sem er náttúrulega með númer 1, 2, 3 það verður allir að vinna eftir reglugerðinni
Við verðum, það þá Barnavernd Reykjavíkur sem kemur með kynningu á hvað brot á barnaverndarlögum. Barnasáttmálinn kenndur þar jafnframt og svo farið inn í þroska barnsins, samningagerð, þagnarskylduna og margt, já, bara hlátur jóga með börnum, Jesús. Fjársjóðsleikinn, það ákveðin leikur í uppeldi barna sem farið í já, þetta alveg 8 vikna námskeið og læknir kemur að tala sjúkdóma og þetta svona það sem við viljum að dagforeldrar fari í gegnum. Já, ég að svara spurningu? Já, mér finnst það svo áhugavert að þið sagði að það dagforeldrar sem skrifa á Facebook-hópnum ég veit ekki hvað ég á að gera með þessu leyfi. Það þannig að að ég náttúrulega get ekki svara hvað aðri dagforeldrar hvernig þeir starfa en þegar ég fer inn á heimili þá fer ég gegnum þetta fyrsta viðtal og reyndar bjóðu við upp á að viðkomandi aðili sem sækir fari í viðtal hjá félagsráðgjafa sem að það svona, já, það svona ákveð samtal sem þar á við og ég fer inn á heimilið, tek út heimilið og hjálpa viðkomandi dagforeldri svona starta, hvað væri gott að hafa, hvernig var hægt að sníða íbúðina eftir bara dagvistinni, hvað þið þurfa að hafa 3 fermetra hreinu leikrinu, hvernig hún getur útfært það, bara ef þú sem foreldri það ekki per barn? Jú, ég lærði 3 fermetra per barn. Já. Þannig að það var 15 fermetra. Já, í hreinu leikrinu. Finnst það svolítið erfitt? Já. Ég ekki viss að það hefur verið það hefur verið 30 fermetra þegar þessi strákunum var þegar þær eru 2 saman. Það var ekki 30 fermetra. Það þá, ef ég kannski held árum ég svara hinu líka, það eru 2 saman. Þannig að, já, þetta þegar einn inn í herbyggin, inn í íbúðinni sinna að starfa og þegar svo kemur skólafrístundasvið og tekur formulega út íbúðina og eldvarnaeftirlitið, svo kem ég aftur og fer í gegnum reglurnar. Þannig að mér finnst mjög skrítið ef að dagforeldri fer inn á Facebook síðu og veit ekki, þá bara tekur hún líka illa eftir eða að þetta farið mjög ígrundað inn í samninginn, reglurnar, aftur reglugerðina, það bara hreinlæti. Ég kannski verða meira eitthvað svona upp á hvernig Þetta ekkert einstæmi að þetta gerist. Það sem ég fannst kannski vanta á námskeiðinu var ef þetta fólk sem að byrja í sínu fyrstu vinnu var að vinna upp á fjármálin. Það aftur á móti eitthvað það sem að þið eru sjálfstæðstarfandi. Það alltaf þá verið þið að leita til bókara og fara á námskeið. Það er kannski bara svona ráðgjöf, kannski veitu þið ekki alveg hvernig þið tryggja sig eða hvernig hvernig skatturinn eða hvernig orlofið út að borga eða allt verður mána. Við megum ekki. Nei, ég er að segja að það sé kannski það sem fólk er svolítið lost. Ég bendi alltaf á dagforeldra, aðra dagforeldra varðandi það ykkar greiðslur. Ég má bara, ég hef einu sinni skipt mér að því þegar að foreldri hringdi í mig bara og svo hæska í upphæðin sem að viðkomandi foreldri var að borga til dagforeldrisins úr eigin vasa, að ég hringdi og skipti mér að því og ég fékk frá hagsmunafélaginu bara hvað heldur þú sért og borgarstjóri vissi að þessu og þetta var bara alvarlegt mál. Þannig ég mun aldrei aftur skipta mér að þessum greiðslum. En ég hef sagt til dagforeldra því ég var nú einu sem starfandi dagforeldri og 2016 fór skatturinn á fullt við dagforeldra og þeir voru svo teknir raskatir, það er hálfverðin á skattinum, afsækja orðbræði, að þeir fengu allir sektun og það voru margir sem hættu eftir það, af því að það var gríðarlegt áfall. 2006 og 2007, þá fór skatturinn í raskinn. Og ég segi alltaf við nýja dagforeldra, tala við bókara, tala við aðra dagforeldra varðandi ykkar greiðslur. Það er eina sem ég segi. Það er bara af því að mér þykir vænt þessa skert. Ég var sjálfur starfandi dagforeldri eða sjálf. Þannig ég vil öllum vel en þú ráðleggur ekki, ég er búin að læra það, þú ráðleggur ekki. En það er kannski ástæðan fyrir því að foreldrar eru á Facebook kannski þarna að spyrja en varðandi reglur niðurgreiðslurnar þeir eiga að vera frekar. Það á að vera konkrétt
Það er líka bara rosalega sniðugt held ég að hafa inn í þessu upphafsdæmi kannski félagsráðgjafa eitthvað sem að undirbýr líka þessar mannesku sem eru að byrja að starfa í þessu. Hvernig hún tekur aðeins að þjálfa henni, hvernig hún tekur þá á móti foreldra sem kom inn. Því að við sjáum alla flóruna. Við lendum í og þurfum að díla við fólk kannski sem fyrir á kvarta sem að veist sem að engin grunnur er fyrir því það er alls konar fólk að núti og það er veist alls konar fólk sem eignast börn. Það við þurfum að geta tækla það líka. Það er ástæðan fyrir því að við bjóðum, það er ekki krafa eða ekki skilyrði, en Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarvogs býður dagforeldrum upp á fyrsta viðtal við félagsráðgjafa af því að þá er það líka að vera að kynna, af því að þó sem þú farir á þetta réttindanámskeið og fara að tala við starfsmann og barnavernd Reykjavíkur þarna ertu bara komin svona mann að mann að tala við félagsráðgjafa því að þið takið alveg barnaverndarmálin líka. Þið þurfið að tilkynna, þið þurfið ekki vera að raga við að tilkynna og annað og ykkar ábyrgð í starfi er alveg gríðarlega mikil. Þannig að þarna þurfum allir að vinna saman og ef að leyfin ykkar að Þjónustumiðstöðin verða styttri eftir þetta þá erum við að vinna í hag barnsins, eða við teljum það allavega. Þannig að og ég veit að Þjónustumiðstöð Breiðholts býður líka upp á þetta en það er bara ekkert alltaf sem dagforeldrar velja að fara af því það þykir eitthvað neikvætt að tala við félagsráðgjafa sem er mjög gott af því að hann hefur aðra menntun en ég. Og ég á heldur ekkert alveg að vera inn í svona djúpum einstaklings kannski af því það er bara öðruvísi viðtöl bara og ég fæ ekki að vita neitt kannski, það er líka bara fólk að tala svona af því þetta er svo gríðarlegt álag í starfi að vera dagforeldri. Þú ert þarna 24/7 leikum við af því að svo skilja foreldrar og þá var dagforeldrar alltaf í norðið sálfræðingurinn líka. Það þarf stundum að staldra við og það er líka ákveðin þjónusta þegar þú kemur barn og það er komið barn og það náði það þá verður þetta ákveðið samtal, ákveðið traust. Og þið eruð í gríðarlega miklu hlutverki þannig að þið verður partur af fjölskyldunni að okkur leyti. Svo eigið þið mikið í börnunum eftir að hætta og þannig að þetta verður svona ákveðið samtal. Svakalega stór hópar sem vildi mann. Þess vegna þarf að leggja svo mikið grunn og þess vegna við bindum mikla vonir í þessu skýrslu og Þórlaug vann mjög gott starf. Hún var formaður hópsins okkar og gaf sig og var með mikinn áhuga fyrir þessu starfi. Það er náttúrulega alltaf góð sviti þegar það er mikill áhugi frá pólitíkinni. Skipta þessu starfi? Já, endilega. Það tala aftur reglugerðina sjálfa, lögin sem er frá 2004 eða 2005. Það væri handónýttur pappír. Hvað er það við þá reglugerð sem erfitt er að starfa eftir, kannski ykkar, og til því hvað er það sem er handónýtt við hann? Við virðumst ekki geta, mörg sveitarfélög eins og Kópavogsbær bjóð til reglur út frá reglugerðinni. Reykjavíkurborg virðist ekki geta gert það, því það er prófsófi sem er lögfræðinga sem að nema við sama háskóla, þá virðast þeir þegar þeir útskrifast túlka sveitarstjórnar reglugerðina öðruvísi. Þannig að lögfræðingar Kópavogsbær gátu búið til reglur út frá reglugerðinni eins og með skilyrðingu slysavörnarnámskeiða. Kópavogsbær greiðir ekki niðurgreiðslu til dagforeldra ef þeir fara ekki á endurnýjun á slysavörnum á 2 ára fresti. Reykjavíkurborg virðist ekki geta gert þetta sem okkur finnst vera kannski grunnurinn að öryggi barna og ykkar í starfi að vera að kunna allt slysavörnir af börnum. Kópavogsbær getur þetta en við getum þetta ekki. Þarna segja lögfræðingarnir að við getum ekki verið með svona, hvað kallast þetta? Ég man ekki lögfræði orðið, þetta kallast eitthvað. Og en svo er eins og með aldur dagforeldra, þeir virðast geta starfað til 80-90 ára en lögin í landinu segja max 70 ára. En eftir 65 ára aldur þá með að sækja 1 ár fram í tíman og alveg endalaust þangað til að treysta sér. Ég get alveg séð fyrir mér þessi markaði fyrir dagömmur en kannski ekki að þú séð. En þeir hafa alltaf leyfi fyrir 5 börnum og eru kannski, og við vitum það bara með aldrinum að þá
er allt viðbrögð, það verður öðruvísi og það getur ýmislegt gerst og annað sko. Þannig að við getum ekki... Dagmamman okkar, mín og litla, hún starfaði sem dagmóðir hjá borginni í 50 ár. Já. Hætti í fyrra, það er komið ár síðan hún hætti. Ég veit hvað það er. Og þarna verður sko, þarna er ekki hægt að setja neina reglur og þarna finnst mér reglugerðin ekki kannski vera... Já, það mætti laga það. Ekki það að ég... Já. Það er bara þannig og það er svona margt varðandi Mínar að þetta er 46 ár? Ég man ekki alveg akkurat núna allt en það er svona ýmislegt varðandi húsnæði þeirra og það er svona ýmislegt sem að við Við var sko ennþá með það var ennþá sama dót, hann var að leika sem sama dót og ég var að leika með þeim að líka. Mér fannst geðveikt. Það er þetta reyndist. Mér fannst það bara æðislegt, bara nei, smjata þannig, geðveikt. Eða fyrsupræði, það skilur vel að segja. Já, svolítið gamla fyrsupræði. En það er annað sem langar kannski að þú að minnast á að það er með slysavarnirnar. Núna eins og ég segi hvað þetta var sundurleitt þessi hópur. Já. Og ég átti langt samtal við hana Herdísi Stórgard í vor slysavarnirnar. Út af því að það átti að vera slysavarnarnámskeið á vegum Reykjavíkurborgar. En hún hjá Rauða krossnum? Nei, hún sagðist vera búin að gefast upp á borginni. Þeir sýndu engan áhuga á að styðja við hana og halda þessi námskeið. Mér finnst hún svo allra best. Þetta er sérfræðingurinn okkar. Hún er stórkostleg og þessi stefna, hún sagði við mig að hún væri búin að reyna að hitta gaman nöfn á nokkrum aðilum sem hefði ekki sýnt henni neinn áhuga. Nei. Sko við vildum... Og það var til þess að það var auglýst námskeið sem hún ætlaði þannig síðast þegar hún ætlaði að taka að sér. Og það kostaði þetta x mikið. Þá tóku nokkrir upp sem eru sérst í barnavistur að redda öðrum aðila og halda það 2000 krónur lægra á manneskju niðri í sínu félagsheimili hjá barnavistur. Þannig að Herdís fekk aldrei sinn hóp. Þannig að barnavistun hélt sér og hinir sem eru utan félags og í barninu fóru ekki á það námskeið eðlilega og Herdís ekki til staðar. Þarna myndast svona, þannig vantaði bara, þannig hefði borgin bara auðvitað átt að Herdís er náttúrulega bara, hún er bara fræg fyrir bara best í þessu, já, þú veist. Og það er mjög sorglegt bara að heyra hvernig viðbrögðun hefur fengið hjá pólitíkusum í borginni og áhugaleysa þeim. Þetta náttúrulega skiptir miklu máli og það er einn aðili í þessum hóp fyrir að taka sig svona frá og fá einhvern annan. Þetta kom sko ákveðið sjónum, ég veit nákvæmlega hvað það tala og við vildum hafa hérna að því að velferðarráðuneytið er margoft búin að segja það að nú sé hafin ákveðin vinna varðandi nýja reglugerð og það er kannski haldin 1-2 fundir og svo bara búin. Og hérna, en við vildum hafa Herdís inn í þeim hópi sem sérfræðingur í öryggismálum af því að hún er bara því sérfræðingur. Ég meina Bandaríkjamenn að nota hana til þess að taka allt í gegnum sér og veist, hvað segir það? Veist, það er bara að við erum helsta sérfræðingin í heimi í öryggi barna og bara heimili og annað skóla og ég meina, veist, klemdu börn finnast alltaf í búðum eða skólum eða leikskólum eða heima hjá okkur því að hún er bara búin að vinna inn í börn eru hægt að detta úr innkaupakerfum af því að hún er bara búin að herja á mannskapinn sko. Veist, það er svo margt en við vildum hafa henni sem helsta sérfræðingin þar í nýju reglugerðinni og við viljum auðvitað að hún sé að kenna á öllum slysavarnarnámskeiðum alltaf en þá kemur líka sjónarmið. Við megum ekki bara skipta við eina manneskju þó sem hún sé helsti sérfræðingurinn okkar og maður náttúrulega að hlusta öll sjónarmið. Við verðum líka að leyfa öðrum að koma inn í hennan pakka. Við getum ekki bara fengið dýrasta aðiljan og annað. Þannig að þetta var svona, það var engin sammála þetta sko. En hérna, er það ekki ennþá þannig að fæst slys og börnum eru hjá dagforeldrum? Jú. Og það er bara eitthvað sem er bara stórfenglegt? Já. Þetta er aldrei heilt. Það er bara slysin eru Ég held aldrei heilt, þú veist, að þið séu flest eru heima en þú veist En maður hefði haldið að það væri á heimili, þú veist, heima hjá fólki, en það er held ég fæst, þú veist, börn slasast sjaldnast hjá dagforeldrum út af því að öryggismál eru yfirleitt í lagi og þau eru líka jafnöldra.
Mér skildist á Herdísi að flest slys á börnum á leikskólum væri að þau varu sama leikstofn eldri krakkar sem væri ekki gæta sín. Það er svo mikill munur á. Þú veist, Þú 4 eru ára og komið 2 með ára. kannski 18 mánaða barn á útisvæði með 5 ára barni. Ég held að allir leikskólar var passuð upp á þetta. En það er kannski búið að breyta því út af þessu. Slysin er að gerast fyrir utan leikskólanum þegar foreldrar ná með börnin. Ekki inn á leikskólanum. Ég veit að það er rosa ljótt að segja þetta. Ég var alltaf ánægður að barn kom með kúlu en ekki fór með kúlu. Þú veist, það var svona ábyrgður ekki um þetta. Þannig að hún hefði sig og kennt okkur mjög mikið og við viljum ekki nota hana, við viljum kaupa þjónustafinni áfram. En það er ekkert allt samanlega. En þetta er allt pólitíkin sem við verðum að taka ákvörðun þetta, ekki við starfsmenninu í miður. Þess vegna erum við löngu búin að taka ákvörðun. Það sést bara hvað allt er öðruvísi. Bara kynslóð minni frá að ég var barn. Þú veist bara hvernig leikvöldlega líta út og allt og það er bara komið reglugerð, skilur. Og því miður þá snýst þetta allt peninga, öryggi barnanna okkar og velfarnaður bæði leikskólastarfsmanna og dagforeldra. Það snýst allt peninga. Þannig að þess vegna er þessi skýrsla komin út til þess að Þetta er allt peninga. Mér finnst fyndið samt að bara segja fólkið út því að ég held að allt samfélagi græddi því að börnin hefur góðan bakgrunn. Af því þau náttúrulega fullorðnast að taka við. Maður hefði haldið þetta væri svo fritt í augun. Það er svo vilt búið í samfélagi sem allir fá það besta til þess að geta liðið sem Og best. því sterkari og betri grunnur sem þú auðvitað að byrja að æfana því betra. En ég er búin að vera í þessu starfi í 9 ár og við fáum eftirlitsskýrslurnar frá óboðaeftirlitinu frá SFS nokkrum sinnum á ári. Og þegar það bara vantar að endurnýja grisjur, þá er það fagnaðarerindi. Af því að þegar ég byrjaði í þessu, það var svo margt sem var hjá dagforeldrum sem var bara svona hvað, þú veist. En núna, af því það eru allir í sameiningum að taka sig á í öryggi barna, að þá, þegar maður fær bara það er að endurnýja grisjur, sjúkrakassa, þá maður bara, já, næsir, Jesus, þú veist, hvað? Það eru allir bara að vinna í að setja markmið. Þannig að þannig að það hefur mikið breyst á 9 árum. Það er líka gott að endurnýja það klárist. Já, einmitt. Já, er aldrei notað. Já, maður er alltaf bara að endurnýja sjúkrakassan. Það er aðalega barbíplastrar bara á ósynlegs ár. Þannig að nú þurfum við aðalega að fá nýja reglugerð og við þurfum að laga þarna meiri öryggi þá starfsumhverfi dagforeldra og þá meira öryggi foreldra. Þannig að eins og við töluðum bara núna. Þannig að þetta er líka, eins og kannski þið bættið á núna og þá er það er erfitt að vera sammála en það hlýtur að vera hægt að ná einhverju jafnvægi einhvers staðar. Það hlýtur bara að vera. Þetta er stór hópur á fólki og Reykjavíkurborg er náttúrulega með staðista hópinn af dagforeldrum. Já, hvað er það? Stór hóp? Við erum með 150 dagforeldrum núna. Við vorum með 230 slags fyrir eitthvað, ég man ekki. Ég er með 26 dagforeldra í 2 hverfum hjá mér, ég var með 50 dagforeldra fyrir 3 árum. Ég náttúrulega það sem hægt. Ég flutti út. Ég var ekki eins og á landinu. Ég er enda mest líka fólk á milli hverfa. Vinkona mín var upp í Árbæ, þannig að bráðabirgðaleyfi 2 sumur. Hún sagði að það hefði enginn komið til að gera úttekt frá henni. Það var fór mér leiða. Já, eða bráðabirgðaleyfi, bæði sem bráðabirgðaleyfi. Þannig erum við ekki mynd þannig til að spyrja það. Hvað heitir mannskjörn? 2 sumur, varum bara að vinna 2 sumur með bráðabirgðaleyfi. Já. En það kom enginn til henni. Að gera úttekt. Nei, það höfum ekki mikið bráðabirgð. Hún sagði Maður ræði þetta eftir kameru. Ekki kannski fekk hún leyfi, hún satt námskeið. Við þurfum ekki sækja eftir þá. Hún satt námskeið. Já, en það er allavega mér mikið hjartasmál að það verði gert eitthvað alvarlegt í þessu málum. Því að núna er líka til dæmis að myndast. Nú þurft að byrja hjá mig til dæmis drengur, hefði þurft að byrja í apríl. Ég get ekki tekið hann fyrir í ágúst. Af því það má ekkert hliðra til neinu. Þrátt fyrir hvað þú kunni starfa lengi eða neitt. Það má ekkert gera. Það er tillögað í þessar skýrslu að við fækkum 1 barn en hækkum niðurgreiðslur. Já,
En þá kemur það til dæmis að hún fór að leita þessa mánuði sem þá gæti ég ekki tekið hann. Og henni var bent á ömmu, eða svona ömmu, konu sem geti hjálpað til. Og hún fer að hittir hana. Og þannig fer að mynda svona öðruvísi. Þá tekur hún bara 20.000 krónur fyrir hvern klukkutíma. Hún tekur hann bara inn í eldhús þar sem hún situr reykjandi, hún er ekki með nein leyfi. Þannig að ég var bara í áfalli við það. Þetta er mjög eðlilegt. Þarna er bara manneskja að nýta sér raun og veru ástandið sem er komið á. En við getum alltaf bara þarna ekkert gert af því að það er öllum frjálst. Ég get beðið hann að passa barnið mitt og borga henni. Það er öllum frjálst að fara á. Ekki þess að ég styðla. En þarna myndast svona, þú veist, ég er búin að heyra nokkuð svona dæmi. Og það er að myndast það sem fólk alltaf bara móka inn af því að nú er fólk að ég fæ ekki pláss og get ekki þetta og er alveg vandræðan og þarf að vera að vinna og allt þetta. Við hefum líka fengið tilkynningum það að það eru ekki dagforeldrar fyrir það taka þetta tilbaka, þetta eru ekki dagforeldrar. Þetta er fólk ekki með leyfi og er með nokkuð stykki á börnum inn í íbúð hjá sér. Og við höfum til dæmis enga heimild til að fara inn en við gætum beðið barnið en svo er það líka að það er öllum frjálst. Friðhelgi einkalífsins er það mikil að það er öllum frjálst að gæta barna, menn svo getur maður ekkert sanna það hvort þú setja að fá greitt eða hvað. Ég gæti verið að passa fyrir alla vinkunum mínar, það væri kannski erfitt að sanna að ég væri að fá greitt fyrir það. Ef allir taka sér til að þegja, ekki það að við viljum styðja að því, en við höfum heyrt af svona og dagforeldrar hafa hringt í okkur og sagt bara hér er kona sem er að passa bara fullt af öllum. Var ekki einhver af þessum hann á brúum bilið og svona sem að þeir fóru eiginlega að gera þetta því þú voru ekki að fá pláss, voru bara rótir á milli sko, nú var ég með 15 í dag og morgun verður einhver annar og bara svo fólk geti komist í vinnu sko. Og það er alltaf það sem er náttúrulega bara, þetta er svo mikilvægt. Ég efast ekki að fólkinu þá gengur það bara eitt gott til, skilur að bara að hjálpa stað og upp á þessi marki þá er náttúrulega bara svona einhvers konar samfélagslega ábyrgð að taka bara hendur saman, gerum þetta bara saman. Það er frábært en þetta er samt þetta saman tíma mjög vafasamt líka. Þetta er líka bara rosalegt álag á barn. Já, nákvæmlega. Og ég hugsa allt út frá börnum. Þetta er bara rosalegt álag því þetta er ekki bangsar sem þú ert að fara með til húsa. Þetta er líf. Þetta eru bara einstaklingar með sína skoðanir og sína tilfinningar. Þetta er lítið líf. Já. Þú er pólitíkus en ég Já. er bara mjög hörður þessu. Ég veit það. Ég er bara til vara. Ég er bara svo mikið við. Já. Við erum með pólitíkus, við erum með dagforeldrar, með fjölskyldaforeldrar. Já, en þetta er svona. En þetta er mjög jákvæða fréttir. Já. En það var nefnilega setning í skýrslunni sem hefur staðið svo mikið út frá þessari hugmyndafræði, fæðingaróla og allt þetta. Þessi stendur með þarna að velferðarráðuneyti vill leggja áherslu á það að markmiðið sé velferð barna samtímis því að foreldrar ungra barna fari út á vinnumarkaði. Þetta bara helst ekki hendur. Þetta bara stangast algjörlega á í hvort annað er mælanlegt markmið og ekki hitt. Og þá er náttúrulega ósköp auðvelt að segja að við náum markmiðum okkur og lítum óslega vel út. Það var svolítið brjálið þessu átt. Mæling hjá því Economist sem sagði að þú ætti ekkert að fara að vera kennari eða vilt berga heiminum og þetta er svo lítið launað. Það er bara í starf sem er vel launað, þú getur borgar á svo mikið svona félög og ég bara, já. Hver er að starfa í félög? Ég er bara, hvað er að? Ég er líka hægt þetta. Það er til eitthvað annað heldur en peningar sko. Já, en það er náttúrulega þetta samfélagið aftur sem að við erum að stíla við sko að þegar einmitt fólk fær þetta í andliti að þannig að ef þetta er svona illa borga, hvað er ekki að gera eitthvað annað? Ok, og ef við þá öll að fara að gera eitthvað annað, gera það sama, þú veist, þá bara velta náttúrulega í fyrsta lagi launin þau fara að hrynja niður þar, það verður bara offramboða því allir eru að gera það sama. En fyrir þetta að enginn er þá að gera hina hlutan sem þarf að gera líka. Þú veist, þetta verður að haldast í hendur. Það þarf ekkert að sjá þessu bönn. Nei, ég meina, þetta er svona eins og einn spurningin en í kjaradeilum ljósmæður komu upp með til hvers þarf að borga ljósmæður laun? Akkur þegar þessar grunnskólakennarar Já, konur hafa gert þetta sjálfar í mörg þúsund ára, það er ekki haldið áfram, það var einhvers sem sagði það. Og líka skipt út hjúkrunarfræðingum fyrir pillusjálfsvara. Ég hef líka oft hert af hverju að þú að vinna á leikskóla með 2 háskólagráða
En sama fólk segja kannski að það bara engin sérmynd svona fagmyndu fólk á leikskólanum. Hvað vil ég það? Að fólk má segja að vinna á leikskólanum eða ekki. Já. Og það er ekki bara dagmömmur sem eru bara barnageymsla, það er líka leikskóla sem eru bara... Já, það starfsreynsla heldur ekki metin eins. Nei. Að vera búin að vinna og eins og ég búin að ala upp 260 í 30 ár og skila af mér, þú veist, þú glemdi mér svo. Já, þú varst bara óvinnur. Það er ekki metið, þú veist, þetta er einskis virði og reyna að skila þessu einhverju einasta barni með alla þá örfun og allt sem hægt að kenna þeim. Þú veist eiginlega hvað öll útbrot eru í heiminum. Og maður er búin að læra stöðugt, alltaf, allt, drekka í sig allt og lesa allt og læra allt. Það bara skiptir engu máli. Ég þrái alveg, það er alveg mjög sterkt í mér að vinna aftur sem dagforeldri. En bæði af því að þetta er lítil tryggingastarfi, það þarf bara eina manneskju til að kvarta, hún getur bara logið upp og þá er stærri ævistarfi frá búið. Það getur gerst. Maður er alltaf þreyttur. Líka að maður er svona tilfinningaspagetti eins og ég er ekkert að bara, þú veist, barnið vil ég ríkta og það bara heim og þá er ég bara, þá er ég alveg að senda SMS og kvöldur bara, þú veist, hvernig er hittin, skilur við. Ég er alveg, þú veist, mér þykir svo vænt barnið, skilur við. En þú veist, svo er maður líka með lítið laun. Þú veist, ef ég væri að háum launum og þreytt, eða með öryggi starfi og lág laun, skilur við, þú veist, ef þetta væri, þú veist, 2 out of 3 ain't bad, sko. En þetta var einhvern veginn ekkert. Þetta er bara... En þetta er svona, það er samt svolítið lítið á það að við séum rosalega hálaunar. Já. Og ég tók reynda slaginn hann inn á þessari, þegar þessi síða opnaði, þá fór að stað umræði þú veist, hvað er svona meðalaun dagforeldra? Er það eitthvað sem að líka fyrir? Nú veit ég ekki, en ég sé bara niðurgreiðslurnar til hvers og eins. Hún er alltaf saman. Borgar skatta auðvitað því að það er niðurgreiðslurnar sem að fara inn á skattaskýrsluna kannski og ef þær eru ekki að gefa upp hinn sín launin sín. Ég held að þú sést að mig meðal, það er svo erfitt að segja til það, sko. Þú opinberði það. Ég þarf alltaf tekið af. Þetta er ekki til að... Nei, hvað þú farið inn og hvað það er. Já, þetta er náttúrulega með... Ég held að þú sést á svona meðal dagforeldra laun, sko. Ég veit allavega að mörgum sem taka miklu hærri laun en ég og gerir ekki neitt, skilur. Já, líka einhverja lægri. Það er líka einhverja lægri sem taka. Ég kannski fá sjálf í vasan svona hreint kannski frá 300 til 340 9 tíma vinnu. Með, þú veist, með fullt hús af börnum. En þetta er svo og við sköfum allt. Þannig að það er allt á okkur konum. En þetta er skemmtilegt að vinna með. Já, það er líka eitt sem er mjög mikið hjartasmál. Ef það kemur starfsleyfi, þá er manneskinn hætt. Þá er enginn sem er með starfsleyfi að vinna með börn. Nei. Það bara skemmir. Maður man eftir hverju einasta barni. Alveg bara. Ég er ekki enn búin að fá leið á þessu. Ég get ekki beðið eftir að byrja eftir sunnudegi. Og það eru góða fréttir. Ég elska þetta meira en allt annað. Já. Það er eitthvað enda á okkur jákvæði hérna. Já, nákvæmlega. Get ég lagt inn pöntu núna ef ég verði ekki maður ólist aftur? Já. Þú ert alltaf orðin kísu amma. Já. Tengd. Við sammeilegt komin í fjölskylduna. Já. Það eru lausplás 2020. Ok. Þegar þú að skrá að nokkar, 2020. Já, það er ég gömul þá. Eftir 2 ár. Ég frétti líka þú eignaðist bara sætustu börn í heimi. Já, ég var hæstustu börn í heimi. Það er rétt. Það er rétt. Hver var það sem sagði við mig og fylgist með á snappinu og þetta er svo sætt? Er það Dóra? Nei, það er Hrafndís Dóra.
Já, Já, það er allt í skora. Já. Þú tek bara lengra bönnum. Ég lærði fullt af krókódílum frá sónu hennar. Já. Já, ég á myndarlustu bönni. Ég held ætla að eignast samt eitt í viðbót. Ég held alltaf að mamma taki börnin og það er ég líka. Mér finnst alltaf eins og við veljum einu útlitinu því við erum alltaf sætust og bestust í heiminu. Það er bara, Þetta er allt best bönni. þetta er allt bestu börnin. Ég gremjaði yfirlega allan jólamánuðinn þegar ég vissi að það var að hætta. Og svo geðveikt spennt í ágúst þegar maður fekk nýtt. Og þegar ég var að byrja með kærastan mínu núna, vorum að deyta í fyrra haust og við fengum aldrei frið á deyta því ég var alltaf að ég á börnið þeirra. Hann var búinn að hitta alla óláta foreldra bara. Nei, samt ekki, það er ekki nærrið því sko. En bara nei, þú varst alltaf að segja hann frá. Það bara að ég á börnið þeirra. Og svo passaði líka systkini þeirra og mamma var með, mamma þeirra og frændi þeirra var hjá okkur líka. Þú börnum þú nátt? Já, börnum. En þá kemur það líka þegar það er fullt af lausum plásum og þegar það er biðlisti eða fólk er búið að fylla alltaf sömu dagforeldrar sem fylla, þá er það alltaf, foreldrar leita ekki á plásum á Reykjavík.is, heldur þeir fara og spyrja hvar varstu með barnið þitt, eða það er þessi, sem við kallum þessi áhrif að hnerra, það er bara ef að þeir upplifa eitthvað gott þá segja þær frá því. Þannig að það er það sem við höfum líka orðið varfið. Það er líka bara að það tekur fjölskyldur og þú var alveg verið með fjölskyldur og ekki í báðar áttir í báðar mönnum og koppum og Þetta er þú veist með bara svona reisastórt með. Þú veist með ömmu fakt núna. Þetta er eins og ég er að kenna á réttindanámskeiðinu og maður tala alltaf af hverju þetta fara í þetta starf. Hvað er það eftir að fara til að græða peninga eða við þurfum náttúrulega öll á peningum að halda, við þurfum öll á launum að halda en við vitum það, ég er enda þegar ég starfaði sem dagforeldri, ég hef aldrei haft það eins gott, þið eru hærri launar en ég og er ég með nokkrar háskólagráður og fæ ekki greitt fyrir þær en skipt ekki máli en það er, þú veist, nummer 1, 2, 3, þú ert í þjónustustarfi, þú ert að þjónusta barnið og foreldra. Þau eru ekki að þjónusta þig, þau eru ekki að gefa þér greiða með því að borga þér laun, sko. Þannig að þú veist, hvað ætlarðu að byggja dagislunin upp á? Þú veist, hvernig tekur þú á barnið? Þú veist, það er að heilsa barninu eða foreldrinu. Þú veist, það er svolítið þessi hugsun. Þú veist, hvað þjónustu ætlar þú að veita? Númer 1, 2, 3, frá A til U, frá því að barnið mætir og frá því að það sé bless. Þetta er mjög nauðsynlegt. Þetta er að spyrja þannig ég byrja að kenna það alltaf bara þið eruð í þjónustu hlutverki frá A til U. Þetta er ekki eitthvað þarfir. Þetta skiptir líka öllu máli. Ég get alveg sagt það, yngsti minn sem var að vera 19, ég man eftir starfsfólkinu á leikskólanum sem tók á móti mér á mótana og heilsaði og þegar ég kom og sótt hann, þá kom það og sagði eitthvað og talaði með á köttum. En það var stór hópur af fólki sem gerði það aldrei. Stór hópur af fólki sem bara heilsaði ekki og talaði ekkert við og ekki neitt. Þannig ég man eftir öllu þessu fólki sem var alltaf interaktífið, þú veist, og kom til hans og heilsaði honum og þetta er enn alveg fersku minni. Það er ekkert dómur á manneski þó að þetta starf ferðir ekki, skilur. Það þarf bara að finna sér í þó starfi þar sem það blómstrar, skilja, því þetta er erfitt starf. Þetta er erfitt starf. Og það er heldur ekki dómar á manneski sem er að sinna þessu erfiða starfi að biðja laun sem þeir hæfa sér. En mér finnst líka allt ekki að finna því að svo segja, þið eru með háskólagráður og svona engin laun og við erum hérna ómenntaðar, ég er bara fyrst skipti í háskóla. Ómenntaðar? Já, fyrst skipti í háskóla, skóla. En þeir að vera með, þú veist, mannréttindalögfræðing sem vinnur úti í Strasbourg sem kom bara liggur við í rignum fötum af því hann var með stráki sem var heila helgi bara mér langaði svo ringi í ykkur. Já, með 1 barn. Hann var hjá okkur í 2 ár. Já, það er svona validation, þú veist. Ég er að gera ykkur rétt, þú veist. Já. Ég finn aldrei fyrir þess að vera barnið hjá mér. Maður sá bara fyrir sér eitthvað svona Hollywood-atrið, þú veist, maður hafði greitaði ljóskrónum og eitthvað svona. Það var bara laugardaginn sem hann ætlaði að hringja. Hann bara hjálp.
En ég sé það hérna bara, ég að sjá þetta núna það stundum sem að sér stundum ekki sumar setningar þegar maður bara lesa þær. En hérna stendur að það meiri hlutin sem þá, þetta ekki þannig, það Samfylkingin, Viðreisn, Píratar og Vinstri grænir. Að þeir leggja áherslu á að þetta verði unnið hratt. En það er jákvæmt. Það er búið að bóka það. Það er mjög jákvæmt við þá tilskiptum. Og hún var náttúrulega kynnt fyrir meirihlutanum bara mjög fljótlega eftir að koma út. Eftir að nýju meirihluti myndaðist. Og umræðan á fundinum var bara ofsalega góð. Ég mætti rosalega tilbúin, ég var búin að hakka þessa skýrslu í mig. Ég var alveg tilbúin hérna til að taka slag. En svo mætti ég bara með nákvæmlega sömu viðhorfum og ég sjálf hef, eins og við höfum verið að ræða hér. Og þú veist, þetta var bara, þetta var rosalega ánægilegt að sjá að það er bara, ok, þetta er framskýrsla, þú veist, einmitt, höldum áfram með það, gefum þetta áfram. Nú er líka að sé ekki allstað því að samstarfsflokkurinn hefur alltaf, þeir eru að helsta svona jákvæða við þá, þeir hafa alltaf stundum þetta. En Kjartan með okkur, eða var með okkur hérna, Kjartan Magnús við berum nafnið, hann var bara, þeir eru líka bókuð það líka, þeir eru alveg sammála, þannig að það allir að fara að vinna saman aðeins. Þetta verður vonandi þverpólitískt mál bara sem bara allir sammála að þetta fara. Já, rosalega ánægð að heyra. Já, mér finnst það mjög spennandi, ég hlakka til að kemja mér þessu. Ég vona bara að þið haldið því svo lofti að því að það er mjög, svo við höfum oft talað að það verður svo gott að heyra líka fá að tala líka við foreldra að þegar við tölum mjög oft við dagforeldra að foreldrar kannski ekki beint að þeir bara þekki reglur niðurgreiðslur, samningur er samningur, þú veist, þú skrifar ekkert undir samning hjá þeim og fer svo í næsta hús og skrifar undir samning, þú veist, þegar þú skrifa undir þá ertu bundin og þú veist, það er verið að tryggja bæði laun og réttindi á bassins og að fara í vestun, að foreldrar stundum fatt ekki alveg að samningur er samningur. Er ykkur sem að gera það? Já, þú verður að skoða hjá ykkur og breyta upp skrifundir, ég ætla að byrja hérna 2. ágúst eða eitthvað, skilju. Svo bara næsta, að þú bara gerir ekki grein fyrir hvað er samningur. Og þarna vantar svolítið bara fræðsluna. Þú veist, þegar maður skrifar undir samningu, það er maður samningsbundin. Og þó svo þú hafið þennan mánaðar uppsagnarfresta, þá reglur Reykjavíkur borgar og eiginlega reglur held í allra sveitarfélagi að tryggja það að með undirskrift, dagsetningu undirskriftar, þá á dagforeldri 30 daga í niðurgreiðslu. Þá eftir það getur foreldri farið annað. Þannig að já, það er svona, þarna viljum við fræða foreldra. Ég veit ekki hver á að gera það, en það þyrfti, þannig að ég hefði viljað að fá að sjá fleiri svona unga foreldra, nálgast þann hóp. Já, einn framhaldi af þessu vorum við að búa til podcast sem myndi þá ná vonandi til ungra foreldra. Og líka bara að þeir vita hvað þeir að leita, þeir hafa náttúrulega neti, þeir geta googlað reglur niðurgreiðslur og bara þeir kynna sér þetta og af því að dagforeldrar reyndar náttúrulega kynna fyrir reglum niðurgreiðslur en það er stundum sem að ná kannski ekki alveg fullum eyrum og svo þegar eitthvað gerist þá er erfitt að bakka, þá er maður bundin í 30 daga. Svo líka þegar skýrslan er komin formulega á þetta eftir að auglýsa það líka. Endilega, og ég vona það svo innilega að hún verði samþykkt. Munu daggæsluráðgjafar senda dagforeldrum þessu skýrslu eða? Nei, SFS, eða skólafrísins, Sigríður Martins munur okkur senda það. Sigríður Martins? Já. Við erum, nema sviðið byggði okkur þá þetta gerum við það. Já, eins og ég segi, ég hlakka til að fylgjast með þessu. Hvað gaman er heyri það? Já, er í þeim? Er þetta sér herbyggi bara að barna þetta? Spyr og leikir fyrir þetta leikfylta bakherbyggi? Jú, þetta er leikfylta bakherbyggi. Jú, við erum bara, þetta hefur bara bjargað öllu hérna. Halló? Mest þetta bara skilja öllu máli hérna. Þú fannst líka alltaf skemmtilegast þess að vera hún Sigurbjörg alveg stafnir sig þegar það voru svona píratabönd. Já. Þetta er orðið spjald á viðbaravegnum að Sigga. Hann í dag er hann að fara í Tortuga og svo ammæli.
Nei, komdu við. Heitir þetta, hvað segir, tortuga? Nei, það er rýmið Þetta allt hérna heitir tortuga. Af hverju? Þessi, hvað, eyja í Karabíska hafinu sem var til vil fyrir sjóræðinga hérna einhvern tímann. Skemmtileg tengja. Ég er bara klára fyrir því. Þannig að til 4. Já, ég veit. Já, sammála. Ég ætti ekki að vera neitt eitthvað mikið sem sko. Bara, ég er bara ekki að slæða 4. Já, hann er fjölskyldu, svona vænið Já. byrjar. Við hérna, Já, ég var búin að segja Lísa að ég bara ekki slikki þetta hérna. Ég Ég bara Nei, það var ekki nöfnum eða? Ég var fárlega þetta svo. er ég. Já, bara þýra þetta penna. Það skrifa þetta á Takk. samlingu. Það er æðislegt. Ég hef hann skrifborðinu mínu. Það er æðislegt. Takk hérlega fyrir það. Já, það er kærlega fyrir komin. Já. Það var rosalega fræðilegt. Bara Hvað fyrir að ykkur bjóða meira okkur. skvísur og... Það var svo fallega. Dekka borðið, voru þið að gera það? Já. Já, Já, við varum að hugsa að það var kannski fleiri batt sem heitir Já, bara kókomjólk og skvísur. Nei, En þið megið fá ykkur Mér fannst skvísur. þetta bara æðislegt. já. Ég þakka kærlega fyrir mig. Já, takk fyrir ykkar innlegg í umræðina því að mér er gaman að við ert að tala um að fyrsta punktin varðandi fálega umhverfi. Gaman að heyra þetta. Og ég ætla líka bara að tala um hrann aftur. Þetta er bara Já, mjög endilega. Já, pældi því og settu bara eitthvað rugg. Það þarf að hugsa um Það það er að gera sig. Og það þarf einhvern sem er með tökk í sig sem segir sem að best fyrir þeim. Ég meina kvíði er þannig að mælast mikið í bönnum alveg í 3 ára aldur. Það er skelfilegt. Það er skelfilegt. Það má ekki bara það á ekki að bjóða upp á þetta. Það þarf alltaf að hafa einhvern sem það getur treyst. Ef eitthvað kemur upp á það lítið alltaf á manneskinu sem að bara græjar öll. Það er ekki mikið kvíði þannig. Nei, það er ekki mikið kvíði. Við langar rosa mikið að vera inn á leikinu. Við ætlum að kíkja á það, sjá aðstöðuna. Það er að sækja þig klukkan 6. Það er í slíku. Þú ert Já, að við sækja þakkum með ykkur Já. fyrir komuna. Já, Fyrir hönd ungra bíla. Já, það var mjög fróðlegt. Ég kom alveg bara til að hlusta á fræðis. Það var bara mjög. Ég hef ekki vitað af sem nema fyrir hana. Ítir mér í þetta. Og þú ert gaman á það? Já. Hún er náttúrulega búin að vera, sko, halda á sig fórstjóri í minni dagvæslu síðan var. Nei, ég var afskiptamálar á þeirra. Já. Hún náttúrulega hefur bara, Og þegar ég var En 22 af hverju ára. stofnar ekki fyrirtæki? Af hverju stofnar ekki, eða sko annað fyrirtæki, ekki fyrirtæki, en af hverju stofnar ekki leikskóla? Þú getur gert það. Sko, það sem ég hef alltaf sagt er að ég held að ég Og ræði mömminni um. það er nú skröðlega. Ráða mömmu sínum inn. Nei, hérna, ég hef eiginlega aldrei heilt Já. erfitt barn. Herra, ég ætla að lýsa Svo það mikið sem erfitt fundi slitið. Já. Takk fyrir komuna. Og það er líka bara, þú veist, ég er náttúrulega ennþá ung, þú veist, Nei, og ég ætla að fara í háskólan sem ég er búin að vera á leiðinni að gera. Ég byrjaði sko, þú veist, 30-aldurinn á öfum menta. Já. Ég var bara í sambúð og íbúð og góðri vinnu og nú, þú veist, og svo, þú veist, 30, þá flutti ég til mömmu og eitthvað peningar til nám. Þú veist, það var svona aftur að döfi.